Þessi þáttur í boði Pop Smell frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Og þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næstu að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Ertu ánægð með röddina þína? Já, almennt sko, en í dag einmitt akkurat fyrir svona podcast þátt í mynd þá var ég að fá tanngóm, ég í tannréttingum þannig að núna tala ég ekki eitthvað astnalega þannig ég svona, get ég ekki segja þótt og S-un mín geðveitt skrítin og ég svona, já, ok, látum okkur það bara hafa og með sýkingu í auganu þannig ég svona, já. En þú beilaði ekki á mér? Nei, ég beilaði ekki, ég ákvað að bara sætta mig við það, sumir dagar eru bara svona. Segja bara fokkitt. Ég meina, frá sumir bara ekkert komist, skilur. Nei, og líka fólki ekkert að vera eitthvað að dæma fyrir þetta. Já, hvað er með tanngóm, þetta helvíti? Er hún með sýkingu í auganu? Hvað er hún að mæta í podcast? Er hún eitthvað verri þessi? Er hún eitthvað skrítin? Já. En þú vinnur í útvarpi? Já. Hvað ertu að gera þar? Ég er sem sagt búin að vera hjá Kiss FM síðustu 2 ár í síðdegisþættinum Dagurinn á 5. og 1. En núna var ég að fá sem sagt auka þátt og er alltaf alla virka daga frá 10 til 2 bara sem ég og að spjalla ekkert og bara láta vita mér og leyfa hlustundum að heyra að þeir eru ekki einir, þeir eru að hlusta á stöðina. Býtu, ertu bara með svona spjall þátt eða uppleiðis? Já, nema ég er eiginlega bara ég er að vennast því að ég er bara að spjalla á sjálf á mig. Já, þú ert bara ein? Ég er ein, sko. Það er erfitt. Ég náttúrulega í þessu síðdegisþætti þar sem ég og Viktor erum bara í því að rugla í hvort öðru. En svo er ég þarna, kannski, já, veðrið. Það er gott. Út vikuna. Já. Þáttan svona? Já, en samt ég er einu að gera náður meira interested. En ertu að lesa upp eitthvað svona slúður? Já, ok. Þegar ég kannski einhverja fréttir og maður er einhvern veginn svona, maður er með eitthvað svona tempó í útvarpi að maður lærir að tala við sjálfan sig. Það er eins og maður sé að spyrja sjálfan sig að spurningu og síðan, tekur maður já, en ég meina, svona er þetta bara lífið heldur áfram og tekur sinn toll en heldur bara áfram með frábæra tónlist Svo setur bara eitthvað lag á? Svo setur bara eitthvað lag á. En hvernig er það eins og í útvarpi? Já. Lögin sem við spiluðu? Já. Velur þú þetta eða er bara búið að velja fyrir því? Undir flestum kringumstæðum þá er náttúrulega búið að setja niður bara laga, það er bara svona klukka og það kemur bara automatist inn tónlist en þar sem að ég stýri tónlistin í mínum þætti svolítið, þá velji ég inn tónlist. Já, þannig að þú undirbyrðir kannski áður að ferja í loftið? Já, og svo get ég líka bara gert það jafn óðum. Þú veist. Já, meðan á þættunum stendur? Já. Já, ég get bara skipt út. Það er búið að setja inn eitthvað svona basic dæmi, þú veist, við erum með top 40 og íslenskt og eitthvað svona sem er sett í bland. Og síðan að því að minn þáttur er einkennist svo lítið af eldri tónlist og 90s og svo þess, þannig að ég rótir henni þannig. Já, þetta eru þín lög þess að þú vilt spila. Já. Já, þú fór alltaf inn að velta þessu fyrir mér þegar maður hlustar útvarp. Já. Þá kemur bara svona eitthvað lag. Já. Bara svona, er þetta útvarpsmaðurinn sjálfur eða konan eða er þetta sem er bara svona pre-made fyrir þáttur? Já, þetta er alltaf svona pre-made klukkur sem er bara búið að stilla upp og þar inni er, þú veist, auglýsingar alveg á förstum tíma, svo eru svona sjúterar Raka Hólm í boði og sen kemur lag. Já, ok. Þannig að það er svona að rinsa þannig. En þannig að þú hefur svona frelsi greinlega? Ég hef mikið frelsi. En máttu eða hvað sem er? Ég get alveg gert það sko, innan skynsalega marka. Ég get alveg hlusta bara á alla plötuna með Metallica með langa til. En þú kannski myndir ekki gera það? Nei, ég fengi kannski símtal. Bara hvert að sé alltaf lægi. Hvað er það að spila bara Metallica? Já, bara hvert að sé líka alltaf lægi með mig bara. Já, þú með bara þig persónulega? Já. En mættur þú fara alveg kannski lag með Britney Spears og svo bara eitthvað hardcore rap? Já.
Ég get alveg unnið með það, hendi Toxic og síðan bara, þú veist, smá Biggie eða eitthvað, sko. Þannig að þáttur þinn, er hann bara svolítið nú opinn? Mjög opinn. Þinn tónlistasmekkur, er hann svakalega opinn? Hann er gífurlega opinn, þó að í grunninn hlusti ég mest á hip-hop en þú veist, ég ólst til dæmis upp við rosalega víða tónlistarþekkingu, skilurðu mig, þú veist, en það var líka svolítið þannig að þegar að ég var yngri og við mörg, við erum svona topp 40 tónlistar í raun og veru hópur, af því að við vorum alltaf að nærast á þessum pottjættiskum og þetta dót og þú veist, það var ekki jafn greitt aðgengi að tónlist eins og í dag. Nei, þetta var breytt svakalega. Þetta var vesen, þú veist, og ég man eftir ég, sko, sem sagt Kíló, sem að þú þekkir ágætlega, frændi hans er besti vinur minn og hann kynnti mig eiginlega fyrir hip-hop tónlist af því að hann sem sagt í raun og veru fór alltaf til Gæja og fekk ég honum, þú veist, diska af því að hann var bara þar, hann keifti bara plötur og síðan þú veist, fengum við þær og fórum með að heim til Bjössa, sem sagt frænda Bjössa, nei, Kíló, með að Gæja og við hlustum þær í gegn, skilur stúdurinn þær og síðan var Bjössi áskrifandi af Source sem eru hip-hop-blöð og við letum alltaf Gæja fá þau til þess að lesa þau og þýða þau fyrir okkur yfir á íslensku. Veitu, hvað ár er þetta cirka? Þetta er Þetta er 20 ár síðan, eða? Já, þetta er svona 99, 2000, 2001. Hvað mótar þú? Ég er 87. Þú ert 87, já. Já, þú hefur kannski verið 12, 13, 14. Já, akkurat. Svo finnir hvað þetta búið að breytast maður. Þetta er búið að breyta svo mikið, sko, eins og þessi, og hann var reyndar rosalega heppinn, mamma slétt hann alltaf að fá budget til þess að fara að kaupa nýja plötu og þá voru við líka alveg bara með á hreinu bara, Eminem er að fara að gefa út plötu eftir 2 daga. Þá erum við að fara niður í Hljómval að ná í þessa plötu. Já, kaupa hana. Já. Þannig að þetta var alveg svona thing. Þú veist, í dag kann maður ekki svona meta þegar artisti gefur út plötu. Bara, já, Drake var að gefa út plötu. Það er ekkert merkilegt einhvern veginn. Nei, bara eitthvað, ég vart maður að hlusta hana. Ég rúla eitthvað í gegnum hann á Spotify og bara bla. Hvað finnst þér eins og Spotify og þetta svona dót? Mér finnst þetta svona, mér finnst þetta svolítið, þetta er rosalega þróun. Mér finnst þetta skemma mikið af sjarma sem að er yfir útgáfu á tónlist almennt. Og við erum búin að, kannski margir og flestir eru búin að komast að því að Spotify í dag virka þannig að þú nærist best af því að gefa bara út singla, bara eitt og eitt lag. Ég hef heyrt þetta frá tónlistunum. Já, en ef þú ert að gefa út plötu, þú veist, það er einhvern veginn, sko, það verður miklu minna úr efninu í hennu. Þetta er svo skrítið. Já. Er þetta kannski bara þetta týnist bara í eitthvað hafi af tónlist eitthvað? Ég held það, sko. Og fólk einhvern veginn er hægt að setjast niður og hlusta á heila plötu og stúdera hana, meta hana. Ég er samt gera ennþá, ég reyndir í gegnum Spotify, en ef eitthvað tónlistamæður eða eitthvað hljómsveit sem ég fíla, kemur ný plata, þá set ég á með headphone og ég er að rúla í gegnum hana. Einmitt, það er það sem á að gera. Já, það er kannski fá að gera þetta. Ég held að það sé rosalega sjálfgeft, en náttúrulega alveg margir sem gera það, en þú veist, ég held að það sé alltaf að verða minna og minna af því. Og ég kom alveg sjálf mig við það, að svona slæta bara í gegnum einhverju plötu, bara þú veist, maður kann ekki svona meta það sem maður var að hlusta á. Og artistin er búin að setja allt þetta í þessa plötu fyrir hlustendur. Og maður svona, það er eitt gott lag þarna, það er núna top 50 listanum. Það mátt alveg búast til því, þetta er einhvern veginn svona. Og svo kannski tónlistamæður er búin að eyða því líka tími að búa til þessa plötu. Akkurat, eitthvað geggja konsept, skilur. En síðan eru náttúrulega alltaf, þú veist, ákveðna plötur sem að fá náttúrulega bara athygli í heild. En mér finnst vanta meira því alveg klárlega að fólk fái, artistar fái svona bara þá virðingu að fólk hlusti á plötuna þeirra. Já. Einhvern veginn, gefið sér tíma til þess. Eins og mér hanna plötu cover svona, í gamla þetta þá skiptir svo miklu máli að því að þú þurftur að kaupa geisladiskinn eða plötu en í dag er þetta ekki bara eitthvað svona thumbnail á Spotify? Jú, einmitt, þetta er bara eitthvað svona þú veist, einhverjum alveg minimum gæðum skipti engu máli öllum alveg sama öllum alveg sama en það er svo leiðilegt. Það er leiðilegt en mér þykir alltaf rosalega gaman þegar það er sett mikið prómóefni í kringum hverja plötu. Það segir mér bara í raun og veru hvað er mikið sett í hana.
Já. þú veist, að sé rétt artwork, að sé rétt promoefni og allt þetta, skilur það setur rosalega mikið gæðastimpil á efnið. Það sé eitthvað svona sín og þetta Já. eitthvað svona, eins og segja, eitthvað svona vanda gæðastimpil. Já. Í staðan fyrir að sjá bara okkur tölvuskjáði í símaninum, bara svona nöfn okkur lögum. Já. Þetta einhvern veginn, þetta búið að missa, eins og segja, svolítið sjarman. Já. En sama gerist með bíómyndir. Já, akkurat. Þetta bara á Netflix. Já. Þetta bara á Hulu, Disney+. Já. Þú ert ekki lengur að fara út á vídeolögu. Þú ert ekki lengur að kaupa þér DFT eða eitthvað. Those were the days. En var það ekki svona pínu skemmtilegt? Það var æði. Ég saknaði þess að fara og hafa fyrir því að fara að velja sér, bara horfa, standa og horfa á allar þessar spólur og líka einhvern veginn þegar hún var ekki þegar hún var útleigð þú veist, og maður, þú veist, var að drífa sig niður þegar aðtöku hvort maður myndi ekki ná henni bara er búið að skilinni mér langar svo að leigja hana bara já, það á að vera búið að skilinni fyrir 8:00 hún ætti að vera að detta í hús og maður svona beið, þú veist, ég er spenntur ég sakna þess reyndar ekki nei, þetta var svona þetta var allt eitthvað svona þeng þetta var svona ferli í öllum þessum hlutum skilur við þeir fengu kannski bara 10 stykki okkur nýri mynd, svo voru bara allar út í útlögu þú gæst ekkit fara og horta á hana nei. Þetta er pínu grilla. Þetta er grilla, sko. Þetta er svo fjarri því sem það er í dag. Pælti ég að geti bara x margir hort á myndina á Netflix. Já, bara, það eru 50 manns að horfa á hana, þú getur ekki hort núna. Nei, hún er útleigð. Mér ungir krakkar í dag, þeir alltaf kannast ekki við þetta. Nei. Þetta var oft höfverkur. Þetta var svaka dæmi, sko. Og þetta var mega, maður langaði að leigja nýju, ég veit ekki, bara Batman-myndina og fjörst ekki að sjá hana fyrir 5 vikur setna þegar hún loksins komin inn í búlluna aftur, þú veist, allir búin að vera með hann leik. Orðin grút rispið, svo ferða hana bara við tala nú ekki þetta voru spólur að trekkja hana og eitthvað. Við vorum að lenda í þessu. Já. Þetta er bara krakkar í dag, þeir bara veit ekki hvað hafa það gott. Trekkja spólu, þau er alveg bara sko... Og blási töluleiki, varst það ekki því það? Jú. Nintendo eða Sega leiki eða eitthvað? Alveg bara, þetta var allt svona sko og náttúrulega bara, þú veist, pússadiskana og plötu. Þú veist, það er það kannski sem er núna, nema þetta er náttúrulega hvað allt orðið bara á okkurum minnisköpum í PlayStation-tölunum eða hvað það er. En það er rosa þægilegt, þú veist, maður er bara með síma. Það er það, sko. Og hérna í þessu síma, þá er ég bara með næstu bara alltaf tónlist sem hefur búin til. Já, akkurat. Og fullt af bíómyndum. Já, þetta er bara í vasar mín. Já, og þú veist, eitthvað geðveikt, eitthvað svona, maður finnst þetta svona vanþakklæti, maður þurfa að læra að meta þetta meira, hvað vart með að gögnum á þér. Já, og líka bara, þú veist, ég geti spurt það hver sem er núna, þú getur svarað í innan ákveðna bara sekúndna með því að googla. Bara alveg gjörsamlega, sko. Það var ekkert hægt fyrir 20 ára síðan. Nei, þú þurfti bara, þú veist, flett upp alfræðorðabók og komast í, þú veist, heimsfréttablöð til að geta leitað einhverjum upplýsingum. Já, þetta var áhugavert. Þetta var áhugavert. Já. En það er svona, þetta er kostar að galla sem fylgja allu. Algjörlega. En þetta er svona vist þægindi sem fylgja Spotify og Netflix og þú ert ekki að vera með þessu, ég ætti heima því ég er svo mikið nörd. Ég er bara heila vegg, frá vídeospólur, DFT. Ég var líka í því, sko. Varstu þú líka því? Já, ég safnaði líka alltaf seríum, sko. Já, ég var líka í því. Og ég var alltaf svona deng fyrir mig að eiga þetta alltaf til á disk, þú veist, touchable, skilur ég. Já. Ertu alveg hægt í öllu svoleiðis? Sko, ég reyndi að taka upp svona vínilplötu söfnunar menningu og þú veist, ég keypti mig plötuspilara og fekk gamla plötur frá mömmu og pröfaði síðan að kaupa mér eitthvað plötur en síðan sagði ég við mig, sko, ef ég verð ekki búin að kveikja á einni plötu oftar en einu sinni eftir hálft ár, þá hætti ég þessu og ég kveikti aldrei á plötu. Þannig að þú hætti þessu? Þannig ég hætti þessu. Og seldur bara spilaran? Ég seldi spilaran, þú veist, skilaði mömmu plötunum, bara tætti þetta þú veist, og já, ég ákvað svona að minnilega sér öllu svona söfnunadæmi þó að ég, þú veist, ég með svakalega söfnunarkomplexa eins og allir, þú veist, geisladiskar og allt svona, ég safnaði þessu öllu. Áttur bara þvílsam? Já, ég átti alveg þvílíkt samt, sko. Hvað var það? Þetta, sko, ég setti þetta bara ofan í kassa og þetta fór í geymslu og síðan eftir einhvern ákveðin tíma þá svona, hei, gömlu TFT-myndirnar, þú veist, eitthvað ok, setti þetta aftur hann í kassaskilur og síðan, þú veist, 5 árum
aftur, bara hei, gömlu DFD-myndina, eitthvað svona. Ekkert búið að gerast í 5 ár. Ekkert búið að gerast í 5 ár, og búin að horfa á þetta allt aftur, einhver staðar, allt annar staðar heldur en á þessum diskum. Þá endaði þetta með því að ég held ég hef bara gefið þetta. Já, var eitthvað sem vildi það? Ég bara, þú veist, hirðirinn eða eitthvað. Já, þú náði því? Já, það er alveg ennþá að það bara þanga ná sér í spólir og eitthvað, sko. Ég fór með mitt á haugana. Ég tók góðastafið, gaman pappa, fyrir með þetta við bústa, það D-spilar þar og svona, en resti fóru bara á haugana og ég talaði við eitthvað gæja þar. Hann sagði bara, hirðirinn tekur ekki lengur við þessu. Já, það. Þetta fór bara einhverja pressu og... Einmitt. Þetta er bara orðið... Rust, pældi því. Það er rosalega skrítið. Allt þetta stöff, þetta dót sem búið að gera er bara rust. Og hvað heldur þú var eitt í diska og DFD og... Ég bara, það er svo mikill peningur, sko. Þetta er rauglega einhverja milljónir? Já, definitely. Já. Og jú, ok, ég á að það er allra heilegasta, þú veist, ég á ennþá geisladiska sem eru það allra heilegasta sem ég á. Já. Þú veist, ég á það til heima, ennþá, niðri í kassa. Já, eitthvað lítið brot. Já, bara svona, þú veist, eitthvað sem ég hafði ógeðslega mikið fyrir því að eignast. Ég á það, en ég á engar myndir, sko. Það er svona ár síðan ég tók allar seríur sem ég átti og veist, það var Friends og það var Jackass og það var allar þessar OC, One Tree Hill. Já, svona úlingaseríur. Já, og allt þetta dót sem ég var búin að safna, sko, þegar ég var úlingur. Og að þetta var líka bara svo flott í hillu, þetta geggjað display stuff. Þú veist, Friends sem var geggjað, sko, þetta var svona blokk, þú veist, eitthvað svona. Og ég átti náttúrulega allt bara í tölvunni eða sjónvarpinu, skilur núna. Ég mun aldrei nota þetta. Þú veist, þetta er bara að fara að vera í þessu sama kassa og ég mun alltaf að rekast á þetta aftur, rekast alltaf á þetta 2 ára fresti, bara hei, gömlu myndirnar, þættirnir, manstu, þú veist, já, ok, geggjaði tímar, gefur það upp. Þetta er búið? Þetta er búið. Já. Þetta er svo fyndið einhvern veginn hvernig maður tengi við, þú veist, ég átti Vaffa-safn stórt, svo skipti ég í DFD. Já. En ég týndi samt ekki að henda Vaffa-spólum, þannig að það fór í kassan í geymslu. Svo þegar ég flutti 6 árum setna, ég var ekki búin að snerta þessar Vaffa-spólur. Bara aldrei. Þú veist, ég ætla bara að hinsa til. Einmitt. En síðan var það ógeðslega cute, ég fór upp í sumarbústað fyrir svona 2 vikur síðan. Með Reykjavíkudæturum, við vorum að semja tónlist. Og þau voru með 14 dómi sjónvarp, með innbyggðu Vaffa-tæki. Virkaði? Það virkaði. Og þau voru með risastóran skáp, stútfullan af Vaffa-spólum. Alla Disney-spólutnir og allt þetta skilur ég. Og þær voru eitthvað svona, hvað ég var að gera í kvöld? Og einhver sagði, ef ekki bara horfa á spólu? Og ég eitthvað, er það að leggja til? Við erum í sumarbústað, nokkrar stelpur saman, að við að leggja til að við fyrir og tökum upp Vaffa-spólu, gamla Disney-mynd, setjum að þetta 14 dómi sjónvarp og horfum á það og eyðum kvöldinu þannig. Árið 2021? Árið 2021. Og ég er bara svona, come on, þú veist, í alvöru. En við gerðum það ekki. Ég held að sagum þetta þannig, því að þú horfst að góða mynd, skemmt ykkur vel. Sko, nei, ég fekk þér af því, ég sé eftir því. Og varst það þú sem stútaðir hugmyndinni? Já. En var það ekki meðlutur ræður að þið eru nokkrar í hljónstöði? Nei, ég raggaræður öllu, nei. Það bara allar hérna sögðu bara já, þú sagði nei, og það bara var ekki gert. Raggaræður. Nei, ég fekk þér að því. Það var ég kýtla alveg að horfa á Space Jam í Vaffa, sko, fyrir að trekkja hana kannski aðeins og... Slitir og eitthvað. En þetta er sjálfsig sjón í dag, eitthvað að tæki, að ég áttu svona því ég fekk henni í fermingagjöf. Já, einmitt. Við þurfum að tala 97. Einmitt. Ég hef bara ekki séð svona tæki síðan þá held ég. Nei, þetta er þarna ennþá, bara geðveik nostalgía að koma þarna. Þú veist, þetta var eins og ég segi, þetta er rosa sjarmerandi. Já. En þú veist, hugmyndin finnst mér meiri sjarmerandi þegar maður er farin. Já, ég skilji. Bara að horfa á, þú veist, slitna Space Jam mynd í 14 dómi. Það er kannski ekki spennandi. Nei, þetta er svona hljómar gett næs. Já, en þegar Hólmur er komið þá er þetta ekki spennandi. Nei, við vorum í bústað, bara að horfa á spólu. Já, ok. En hvað fór þetta brúti? Ég bara eitthvað jam með það? Duttuðu bara í það? Herðu, já, það er bara jam að spila gítar, allir í sleik, nei. Ég bara var svaka ferð. Já. Nei, veistu, það endaði bara, ég man hvað við fórum að gera. Við fórum að lesa í svona spil, svona tarot. Já. Þannig þið fóruð bara að spila, frekar en að horfa. Já, ég sé, við hefum eiginlega bara átt að horfa Space Jam. Space Jam. Já. En talaðu bíamdir? Já.
Ég baði á Instagram. Já. Bara, heyrðu, kottu endilega verið gaman að fá því eitthvað svona bíómyndaspjall. Það minnst alltaf gaman að heyra Já. hvað fólk fílar. Einmitt. Alveg svona, hvernig er það talað við? Ef ég fyrir í partí eða eitthvað, alltaf gaman að spyrja fólk bara, hvað fílar, hvað þá eru? Einmitt. Ég baði fyrir út hvað svona 10 myndir. Já. Komdu með eina, Já. ertu með þetta í símanum? Já. Sko. Að ég bara pæla, veist, er hún fyrir hryllingsmyndir, eða er hún fyrir romantíska gamanmyndir, eða hasar, eða... Ok, þú vilt, já. Fyrsta myndin sem ég skrifaði... Lion King. Nei. Space Jam, nei. Nei! Var Law Abiding Citizen. Hún er góð. Hún er geggjuð. Já, með Butler og Jamie Foxx. Já. Ég elska Butler og ég elska Jamie Foxx. Og ég elska myndir sem eru raunverulegar. Eitthvað sem gæti gerst. Já, þú vilt ekki eitthvað svona fáránlegt. Ég hef ekki séð, ég veit ekki hvort ég eigi að segja þessar hluti upp. Jú, gerðu það. Ég hef aldrei séð Star Wars, ekki eina. Finnst ekki heillandi við það? Ég var að þóla ekki hluti sem ég get ekki gerst. Þú veist, ég er með svo leiðilegt svona sci-fi og ævintýradæmi. Eins og Lord of the Rings. Ekki skemmtilegt. Nei, ég er búin að reyna og pröfa og pína mig. Það tók mig viku að horfa á fyrstu myndina því ég sofnaði alltaf. Þú veist, ég var samt í alvörunni geðveikt að reyna, bara nú gef ég þessi séns. Nú horfi ég á það hlýtur að vera eitthvað við þetta. Þú veist, það er eitthvað sem ég er að missa af. Þið finnst það bara ekki skemmtilegt? Þið finnst það bara ekki skemmtilegt og Harry Potter, þetta dót. En ofurðið sér, Marvel og svona. Iron Man. Nei, ég tengi ekki, en ég er samt svona, ok, það reyndar svolítið grillað. Mér finnst nei, ég horfi ekki mikið á ofurhetjumyndir. Mér fannst mér finnst Spider-Man 1 geðveikt skemmtileg. Já, bara með Tobey Maguire. Já. 2002. Já. Mér finnst hún æði og en ég elska til dæmis Jurassic Park. Já, það ekki. Ég elska svona risaðilmyndir á þannig. Jaws. Ok, þú fílar svoleiðis. Já. En eins og risaður, það er nú ekki til í alvörinni. Nei. En það buggaði ekki? Nei. Mér varst það eitthvað skemmtilegt. Hún sleppur? Hún sleppur. Ok. Jurassic Park could happen. En þá verður ég að spyrja þig, þú segist fíla Butler? Já. Jared Butler? Já. Sástu 300? Nei. Þú sást það ekki? Sko. Af því að það er eitthvað smá svona fantasy. Og, akkurat, og uppáhaldsleikar minn er Leonardo DiCaprio. En ég er ekki búin að sjá þarna Inception. Af því að hún er svona kortri í sci-fi og ég er búin að reyna 10 sinnum. Já, þannig að þú ert búin að byrja á henni? Ég er búin að byrja á henni og ég er bara svona, ok, bara fókus, skilur við. Það er allir að tala um þessi geggjumynd. Hún færi 9 eða eitthvað í MDB. Þú veist, þetta lítur að vera geggjumynd. Og ég er bara, nei, ég get ekki, ég kemst ekki lengra. Ég næ ekki svona þvælu, sko. En þá verður ég að spyrja þig, heima hjá þér? Já. Þú voru með kærastunni nokkra mynd? Já. Er þið með svipaðan smekk? Ég er búin að ná henni yfir á mitt band, sko. Ertu búin að draga svona ævintýra mennskun úr henni? Já, hún sem betur fyrr var ekki, hún er reyndar, ég er heppin með það. Hún er ekki eitthvað svona, oh my god, Lord of the Rings, það er æði, skiljur ég. En hún er svona... Þú veist, er erfitt fyrir ykkur að finna eitthvað sem horfa saman á? Nei, af því við erum báðar rosalega mikið fyrir það að horfa á myndir sem eru líka sannsögulegar eða byggðar á sönnum atburðum. Okay. Þú veist, ég hef rosalega gaman að svoleiðis myndum, þú veist, mér finnst það bara, ég veit ekki, mér finnst það bara svo uppbyggilegt að og alls konar svona, þú veist, eins og eina myndunum, eða 2 myndir sem ég skrifaði niður eru annars vegar Blood Diamond. Já, með þínum uppáhalds. Með mínum galli og Hotel Rwanda. Ok. Og líka, talandum, Butler, hefur séð Machine Gun Preacher. Nei, er það ekki myndið sem gerist í Afríku? Jú. Nei, er hún ekki byggð á sannsögulegum atburðum? Jú. Já, nei, ég ekki sé hana. Já, og einmitt, byggð á sannsögulegum atburðum með mínum manni, hún æði. En það hljómar svo þú svolítið mikið fyrir drama. Já, mikið drama, sko. Drama og hasar saman er rosalega mitt þing. Já, hasar líka? Já. Ok. Ég er alveg Fast and the Furious típan, sko. En hefur séð til þess að það er allar, eða? Já. Ertu með svo nýjastu? Nei. Þess að þú er búin að sjá 8, ekki 9? Já, ekki F9. Hún er bara ennþá í kamgæðum. Og ekki komin í bíó. Jú, hún er komin í bíó. Nei. Jú. Hvað klukkan? Raka,
Ég fór á hann í bíó. Að það? Já. Hún í bíó. Þú er enga afsökun núna. Ég hef enga afsökun. Þú er að drífa á hann í bíó. Let's wrap this up. Ok, geggja. Kíkja af nýju bíó. Ok, ég reyndar vissi það ekki. Ég ætla á hann í bíó. En þá var ég aðeins að spyrja út í Fast and Furious seríuna. Af því ég er búin að sjá alla líka. Já. En þessar myndir í svona seinni tíð, kannski svona 5, 6, 7 og 8, Já. Þetta er orðið svolítið ótrúlegra. Já, þetta er orðið svolítið mikið óraunverulegt dæmi. Þannig að þá er ég mjög spenntur að spyrja manneski sem er kannski svakalega hrifin af því. Hvernig finnst þér þessi sería hafa þróast? Það byrjaði sem bara eitthvað svona götu, eitthvað svona racing, Akkurat. Eitthvað, svo núna var bara svona eitthvað James Bond eða Mission Impossible myndir eða eitthvað. Bara, já, einmitt, bara eitthvað svona hoppandi á milli bíla í 300 metra hæð af byggingu sem er að springa og rock bara mér finnst þetta bara allt í lagi þróun. Mér finnst þetta þróun bara, þú veist, þetta er svona í takt við það sem er að gerast, skiluru, í kvikmyndaþróun að vera allt svo ykt. Og svo stærra og meira. En þetta er náttúrulega orðið þá náttúrulega rosalega mikið Hollywood dæmi, sko. Þú veist. En ég get alveg hlegið af þessum atriðum. Já, þú tekur þetta ekkert á alveg. Nei. En finnst þetta skemmtilegt? Mér finnst það skemmtilegt. Þú veist, mér finnst gaman að sjá rock, hopp út bíl og ferð í slow motion og og hann Vin Diesel og þeir eitthvað krýpast í hendur en hitt, þú veist, missa takið en lenda samt báir eitthvað, þetta er eitthvað svona, þú veist, ég fíla það. En saknar þess hvernig það var í fyrstu myndunum? Það var svona kannski aðeins meira grounded. Þú viltu fyrir eitthvað bara svona bíla, kappakstur? Nei, það var ekki, ég heillaðist bara einhvern veginn að söguþræðinum og fólkinu og karakterunum og ég náttúrulega var miður mín þegar hann dó. Já, Paul Walker. Ég sko, Hrikalegt. Já, þegar ég horfði á loka atriðið þarna see you again, þú veist þarna í númer 7 já, ég bara, þú veist fórstu að gráta? Fór ég að gráta, ég var bara já, hann er fór það skilur, og síðan voru svona ég fór hann í bíó fulli salur af einhverjum impressu gaurum skilur, og þeir bara eitthvað hérna í loftinu hvað er eitthvað í loftinu sko þetta var alveg svona end of an era dæmi. Þetta var mjög sorglegt. Já. Líka því hann dó náttúrulega hann var að keyra. Var hann ekki að keyra fyrir hvernig farþi? Klesta trí eða eitthvað? Jú, ég held hann að, man ekki hvort það var, en svo, voru sarcasm það sko. Þetta er rosa, kallast ekki svona, eitthvað svona, ekki poetic justice, en eitthvað svona já, mitt. Fattur, þetta er svona, hann er leikið svona kappastusmyndum, svo deyr hann svona, en það var svo sorglegt, hann átti hann ekki unga stelpu eða eitthvað? Jú, hann var líka bara svo góður gaur, þú veist, hann var ekki eins og einhver, þú veist, glanni, þú veist, hann var bara eitthvað á leiðin á einhverja, fjáröflun fyrir veik börn sem hann var að halda, skiluru. Það var eitthvað svona. Það var eitthvað svona, þetta var bara algjört tragedy, sko. Hann var svo ungur maður. Hann var svo ungur. Ekki bara 43 eða eitthvað? Jú, þú veist, já, svo sætur, þetta var umulegt, þetta var alveg dark day. Mér fannst alveg vantar svo mikið þegar hann deyr, Paul Walker, í Fast myndirnar. Já. Hann var svo stór partur af þeim. Hann var það, sko. Já. Það er svona eitthvað smá sem að svona, eitthvað smá tött sem að fór, sko. Hann var stór partur af þessu. En ég fylgdist líka rosalega vel með því, náttúrulega hvað bróðir hans, eða bræður hans. Já, ég held að það er 2 bræður. Ég held að þeir hafi báðir leikið restina af myndinni. Já, hjálpuðu til að klára hana. Já. Og ég var sko, þú veist, pásaði atriðin til þess að sjá í raun og veru að því að það er náttúrulega bara breyta þeim í hann. Og þetta er magnað. Þú veist, það er bara eins og hann sé þarna út myndina, en hann er bara dáinn. Fyrir annar leikan, þetta er magnað. Hvað finnst þér þeir hafa stönd verið að tölvu gera? Já. Eða yngja leikar eða eitthvað svona? Einmitt. Er þetta ekki svolítið skriðið? Óþarfi, sko. Eða það ekki? Jú. En ég vil líka brá í raun og veru að sjá hvað þetta er auðvelt. Ég veit að þetta er náttúrulega ekki overall prósessið auðvelt, en þetta er samt svo mikið innilega hægt. Já, þetta feikaði raun alveg bara þvílít vel. Já, bara heila mannesku. Já. Þú sást engan mun, sko. Ég ætla að sé það á netinu á YouTube. Það voru kannski eitthvað svona leikan eins og Harrison Ford leik Indiana Jones. Já. En það var kannski, svo sem kom til greina var Tom Selleck eða eitthvað. Og ég er búin að sjá
það búið að svona búa til Tom Selleck, Indiana Jones úr gömlu dótun. Já. Þetta svo skrítið. Já. En eitt sem er cool við Paul Walker karakterinn, hann Brian, Fast and Furious. Mér finnst rosa töff að karakterinn á lífi. Einmitt. Mér finnst það svolítið, mér finnst eitthvað fallið það. Það sko, hann einhvern veginn, hann alltaf þarna. Hann lifir áfram einhvern veginn. Já, það kannski það sem að heldur mér ennþá við efni. Þú veist, það þessi fjölskyldu fílingur í þessari mynd. Þú veist, þetta bara don't turn your back on family. Þú veist, Vin Diesel bara ok. Alltaf þetta family dot. Já, svaka mikið. En það hlýtur þú sem segir, það hlýtur eitthvað við þessar myndir, annað en bara einhver bíla hasardri sem heldur fólki við efnið. Algjörlega. Af því við erum ennþá að fara á þessar myndir og númer 9 og hann að koma út bara um daginn. Einmitt. Þetta sko, kom ekki fyrsta myndin út bara 2001. Jú. Þetta 20 ára gamalt. 20 ára gamalt. Einmitt. Og svo horfði ég tók sirpu um daginn. Já. Ég reyndar, það er svolítið síðan, COVID var alveg upp á sitt besta þá. Já, kannski verið réttur ára síðan. Já. Og hvað þetta gamalt, sko. Einmitt, 20 ára gömulmynd. Bara bílarnir, þú veist, útlitið, eitthvað allt á bakvið þetta, ógeðslega 20 ára gamalt, sko. En þetta eldist vel. En það tókst alveg 1, 2 og 3 og... Já. Þetta eldist bara fínt, sko. Ég hef ekki tolerance fyrir svona aukamyndum, eins og Tokyo Drift. Fannst það ekki sérlega? Nei, mér fannst það svona, að þetta er svona hliðarsaga. Já. Þú veist, eða bara vera að kynna en annan karakter í aðalmyndirnar, skiluru. Ég var ekki alveg, þú veist, það ekki, ég horfði ekki á hana í þessu setti hjá mér. Að ég búin að fá til mig núna, Eva Rúsa, hún fílar Fast and Furious myndar. Já. Hún þólar ekki Tokyo Drift, henni finnst ekki vera partur af seríunni, en svo fikk ég Binna Love til mín. Já. Þann mikla snilling, við fórum saman á F9. Já. Og Tokyo Drift upphafsmyndir hans. Aha. Já. Veist það pínu skrítið? Já, það náttúrulega bara rosalega skrítið. En hver finnst þið best? Mér finnst, ég held alltaf mest upp á bara númer 2. Númer 2? Já. Diesel var ekki í henni eða nokkuð? Var hann ekki henni? Var það ekki í Miami eitthvað? Já, það var þarna, þegar hann kemur hann nei, þá var það 3. Nei, það Tokyo Drift. Það var það 4. Ok, býtu, það fyrsta myndin. Fyrsta myndin. Þar sem að þið eru öll saman, allir glaðir. Já. Já, svo kemur þarna 2 þar sem að Ludacris og hann og Tyrese. Og Tyrese. Er það ekki fyrsta myndin með Tyrese Gibson? Jú. Ég held það. Það ekki hún, ok, þá var það 4. myndin. 4. myndin, þá kom inn Diesel aftur. Já, það uppáhaldsmyndin mín. Og byrjunatri þeirra mynd, það var þeirra, minnum við lögreglega, eitthvað svona olíu, eitthvað svona tanker, rúllar, eitthvað. Er það uppáhaldsmyndin? Já, það uppáhalds. Fannst þér hún betri en þegar Rock kemur í 50 og þeir fremja bankaran í Ríó? Já. Er það? Já, ég veit ekki, kannski er það eitthvað svona nostalgic dæmi, sko. En hún, ég horfði alltaf mest á, þú veist, númer 1 og síðan hana, og ég gat alveg skipað þessum myndum inn á milli, sem sagt Tokyo Drift og það sem að Tyrese kemur. Já. Tyrese kemur. Já. En hver er upp á skarðinni? Ég verði eiginlega að segja, núna er það náttúrulega The Rock. Hann er náttúrulega æði. Já, ok, þú fílar hann. Ég elska hann, Ok. Ég alveg, Dwight Jones. Dwight Johnson. Nei, Dwayne Johnson. Já, Dwayne Johnson. Skyscraper myndin. Já, ég sá hann reyndar ekki. Hún er æði, hún er svona í þessum anda. En er hún samt ekki fáruleg? Hún er fáruleg, en samt eitthvað svo skemmtileg. Ég elska líka svona náttúruhamfara myndir og eitthvað. Og já, þú fílar svoleiðis? Ég elska svoleiðis. Er eitthvað sem dettur í hug sem finnst bara svona geggjuð? Bara svo vitar ég með brenglan athyglisbrest. Ég get alveg farið úr Fast and Furious og tala núna Twister í 20 mínútur, skilur? Það er í góða lagi. Það er mitt hlutverk þá að bara taka aðeins inn, skilur við. En mér er líka bara gamanlega að fólki verið eins og það er. Einmitt. Ok. Út frá Skyscraper og honum The Rock, þá er þetta, það kviknar í þessu hóteli þarna og hann er náttúrulega, þú veist, einhver bjargvættur, náttúrulega alltaf. Sem myndi mig þá í raun og veru þá að ég elska náttúruhamfaramyndir. Ok, já, þetta er allt í lagi tenging. Já. Þetta er ekkert fáránlegt. Nei. Þú fórst ekkert yfir í hryllismyndir. Nei. Ok, hamfaramyndir. Hamfaramyndir. Ok, hvað myndir fílar sem eru þannig? Hefur séð The Wave?
Nei, hún er sko norsk. Já, ég hef ekki séð, hún er hún ekki eitthvað, kannski að segja eitthvað kjæft, er hún ekki bjóðast ansvara? Nei, hún er sönn, sko. Já, er það ekki? Já. Ég hef ekki séð hana. Hún er rosaleg. Ah. Og þú veist, ég er alveg Armageddon, skilur og Twister. Ah. Ég tók þessar sirpur í COVID. Ég tók alls konar sirpur. Tók alveg, þú veist, náttúruhamfara myndirnar. Og þú veist, ég tók Jaws-safnið og þú veist, þetta. Og Saw. Ég ætla ekki að tala um Saw, sko. Býðum aðeins með þær. Ég vil aðeins ræða það við þig og eftir. Ok, þú tekur þessar hamfaramyndir. Já. Twister, hvernig er hún eldast? Mér er hún eldast ekki droslega vel, sko. Akkur ekki? Tæknibrelluna? Já, þokkalega tæklaðar þessar tæknibrellur, en þetta er samt svona, þetta er alveg rosalega mikil 90s mynd. Þú veist, þar eru nokkra svona 90s, líka bara einhvern veginn svona tónlistin í þessum 90s myndum. Maður er bara, var þetta bara málið? Þetta var cool. Þetta var cool, sko, þú veist. Ég er alveg bara, ég man ekki, það eru fleiri svona myndir, þú veist, eitthvað svona game myndir. En svo Deep Impact. Já, einmitt. Nei, hérna ekki, Geimsteinin. Lofsteinin kemur. Já. Morgan Freeman eitthvað fórsetan. Já, hún er æði. Mér finnst hún ennþá góð. Hún er, ég horfði hann daginn, hún eldist vel. Mér finnst það? Já. Mér finnst hún eitthvað svona einna best af þessum myndum. Já, það getur verið. Ef hún er betur en Armageddon. Já, það er náttúrulega bara, einhvers konar, þú veist, já, það er eiginlega bara, það er rosa mikil ástardrama mynd. En ég hef ekki séð Armageddon, bara 20 ára eða eitthvað. Já. Hvernig eldist hún? Hún, eldist þannig að hún er ennþá rosalega, hún er væmnari núna en manni fannst hún fyrir 20 árum, skiljum mig. Maður er bara, já, ok, þetta er bara einhver ástarmynd. Já. Þetta er eiginlega ekkert, það snýst ekkert annað en bara harmleik og ást. Var þetta ekki Ben Affleck sem var skotin í Liv Tyler? Jú. Sem var dóttir Bruce Willis? Já, og hann náttúrulega fórnar sér þarna fyrir heiminn, þú veist. Var það ekki Bruce Willis sem fórnaði sér? Jú. Já, og hún eitthvað horfa það live, eitthvað, þú veist, þetta er alveg svona megadrama, sko, og hann náttúrulega þoldi ekki Ben Affleck því að hann var að deyta dótturina, en þeir eitthvað svona, þú veist, þetta er rosa væmir mynd. Rosa væmir. Miklu meira heldur, þú veist, þetta á að vera svona hasarmynd, skilurðu. Já. Voru þetta eitthvað svona borpalla gaurar eitthvað sem voru fengið þess að fara á eitthvað lofstein og... Einmitt til þess að bóra sig inn í hann og setja ykkur sprengju eða eitthvað svona. Þú veist, alveg. Þetta er svo beyond heimskulegt. Þetta er það, sko. Þetta er alveg... This could never happen, en... En þú samt fíla? Já, mér finnst það skemmtilegt. Þú er samt skemmtilegt? Já. Af því að, þú veist, in the long run, þá gæti þetta alveg verið eitthvað sem gæti gerst, komið ykkur lofsteinn. En gæti ég ekki sagt það saman við Star Wars? Eftir 1000 ár, þá... Ekki? Þú ert ekki til að kaupa það? Geislasverð og... Sko, jú, ég er svo sem opin fyrir öllu. Þú ert ekki opin fyrir öllu? Nei, ég þól ekki geiminn. Með geimyndir, as in Star Trek, Star Wars. Þið finnst það ekki skemmtilega. Ok, en hamfarmyndir, ég verð að spyrja út í hana. Já. 2012, svo stað hana? Já. Það er bara eðilega allan heiminn. Það var rosalegt. Hvernig er þetta hún? Mér finnst þú skemmtileg. Já. Ég hef náttúrulega vissi ekkert hvernig þetta ætlaði að enda. En ég fæ alltaf, ég veit ekki hvert að ég fá eitthvað út úr þessu, en ég fæ alltaf gett svona, vera ekki það kvíðin. Bara hvernig ætlaði að höndla þetta og hvernig ætlaði að byggja upp jörðina á ný og þú veist, alveg hérna. Já, þú lifið svona inn í þetta. Alveg rosalega, sko. Þú veist, mér fannst ég bara að vera með þeim þarna upp í geim að bora gata á hana stein, sko. Ég var bara með þeim í þessu. En það er kostur. Já. En mér finnst það. Við ef hún nærið það vel, já, að þú bara sekkur inn í hana. Já, það er kannski það sem þetta gerir þetta raunverulega dót. Ég lifi mig svolítið inn í auðveldra með að lifa inn í það. Já. Ég sé mig ekki alveg fyrir mér með geislasverð bak við hans sól og eitthvað. Hey buddy, I got you. En ok, en eins og myndildum eins og Seven. Já, hún er æði. Ég bara taka bara eitthvað dæmi. Já. Það gæti alveg skeið. Já. Þú veist, það er mynd sem þú fílar. Já. Hún Geðvik. Ok, en hún er alveg frekar ógeðsleg. Hún er mjög ógeðsleg. Ég elska ógeðslega myndir, sko. Eins og til og með svo. Eins og svo. Það er bara by far. Ég kann ekki að kalla þetta hryllingsmynd. Þú veist, þetta er einhvern veginn svona, það munur á,
hryllingsmynd og einhverjum ógeðismyndum fyrir mér. Hryllingsmyndir eru Conjuring og eitthvað. Já, meinur þú eins og svo, þú kannski verður ekki trætt að horfa þær? Nei. Eins og bara skemmtileg. Já, ég fæ þetta er svona adrenalín dæmi. Já, það? Já, því ég er svo spennt og þú veist, þetta er alltaf tíma og eitthvað og þú veist, þeir eru að gera þrautirnar og þetta og ég bara, þú veist, og fæ alveg svona lokast ef ég er að horfa á hræðilega myndir. Lokast fyrir eitthvað svona í hálsinum að mér og ég missi svona andan og ég fæ eitthvað út úr þessu, sko. Ég bara sjálfspinn. Já, eiginlega, eitthvað pínur svo leið, sko. En þú tókst alla sjómyndunar? Úff, já. Tókstu alveg bara svona back to back bara á einni viku eða eitthvað? Já, bara dag, þú veist, ég horfði held ég samt alveg 2 á einu kvöldi, sko. Já. En ég man ekki að númer hvað, ég man ekki hvaða sjómynda er þar sem þetta er orðið komið í 3D. Já. Sem er bara þvæla, sko. Ég held ég hef ekki klárað hana, sko. Ég segi, ok, nú er ég bara að segja stopp. Hún var ekki léleg, sko. Hræðileg, sko. Hún var hræðileg. Já, er hana, 1, 2 og 3 sem eru góðar. Það er alveg fínar. Þær eru bara, þetta er ógeðslega skemmtilegur söguþráður, skiljur ég. Og þetta er raunverulegt. Það er í alvörinu ykkur sem að gæti alveg gert þetta. Ógeðslega tvistet, bitur, reiður maður. Satisti. Já. Þú veist, en síðan var þetta að koma út í eitthvað kjaftaði, náttúrulega einhverjum lækkaði alltaf skiljur með sko, þú veist, því nýrið sem myndin var. Mér er svo leiðilegt þegar að taka svona góða myndir og skemma konseptið með því að reyna bara mjólki það og gera svo í 3D svo fáir svona blóðsplettur svona hvað framan í. Já, en þú veist, svo er ég farið á svona 3D myndir og mér finnst það svo óþægilegt og ég tek alltaf niður glerun. En þá sér þetta bara svona blurry. Já, og þá er þetta bara gett umulegt og ég bara, á hverju erum við hérna? Þetta er ógeðslega asnalegt koncept, getur við bara barið. En 3D-dótið er eiginlega búið? Já, sem betur fyrr. Já, fólk var ekki alveg að kaupa þetta. Nei, og er ekki líka þetta var náttúrulega hægt að fá þetta í sjónvarpinu sínu. Eða þetta ekki líka alveg Jú, það var hægt. Já, ég keypti mitt svolítið sjónvarp og fylgdu gleru með. Já, þessi appi svona gullu. Nei, þetta var svona svört sólgleru. Já, ok, það hefur verið aðeins meira töff, já. Maður var í dykkilegs heima á sér einhverju sjónvarpschilli með einhverjum 4 bara eitthvað með einhverju gleru, tókislæknarlegur. En eins og Avatar. Já, herri, hvar fellur hún? Ég sá Avatar. Ok, til ein. Þetta er ein. Fellur hún Star Wars megin eða er þetta meira svona Fast and Furious megin? Mér fannst hún góð. Ok, þú fílaði hana? Ég fílaði hana. Ok. Þannig að það er svona pjúra game ævintýra mynd eitthvað. Algjörlega. Ekki raunveruleg? Alls ekki raunveruleg, bara alveg 0. En það er samt það slapp ég þér? Já, það slapp. Þú veist, alltaf sé ekki bara því að mér fannst söguþráðurinn skemmtilegur, skilur við. Já. Mér fannst pælingin góð. Já, ég fór á hann í bíó, en þú veist, ég er alveg sem að ég hef verið dregin á hann í bíó, en það vildi svo skemmtilega til að mér fannst þú bara skemmtileg. Já, þannig að í þetta skipti slapp það. Já. En ætlar að sjá 2 þegar hún kemur loksins. Já, veist, af því að ég get alveg ímynda mér að horfa þá aftur á 1, skilur, taka bara gott movie night og horta 2, sko, ég held að ég var alveg til í það. Þannig að þú er kannski opnar fyrir 2 heldur varst kannski fyrir 1. Já. Ok. Þetta er allavega svona skref í áttina ykkur, en til dæmis, þú veist, já, almennt með svona sci-fi dæmi og allt að það, ég bara ég festist ekki yfir því. Ég er alltaf svo ég vil ekki vera þessi glætan að þetta gæti gerst. Einhver skilur. Þannig að þú sleppur frekar horfa þér? Já. Já, ég skilur. Þú veist, af því að þá er ég fyrstilega orðin leiðilegu félagskapur og ekki horfi ég þar ein, skilur. Nei. Það er einhvern veginn svona, ég er ekki einhvern veginn í múti fyrir það. Mútli að horfa á Star Wars safni. Ein. En það sem ég er svo æðislega skemmt við þetta podcast, ég heit alls konar fólk. Daginn kom til mér rappari, Jói Dagur. Já. Hann elskar allt sem er óraunverulegt. Já, einmitt. Hann er svona andstæð við þig. Já. Það er svona gaman að hlusta mitt á þínar uppáhaldsmyndir. Já. En ok, þú varst að tala um sannsjónamyndir. Já. Svona drama. En eins og mynd eins og Shawshank Redemption. Hún er náttúrulega mjög góð. Já, þú flýtur á einmitt fíla hana. Já, hún er mjög góð, sko. Hún er náttúrulega, ég meina, er hún ekki bara, þú veist, í einhvers konar kategóri hjá öllum? Er einhver sem fílar ekki Shawshank Redemption? Er það til? Ég hef ekki hitt á mannsku. Nei.
alveg sem hvað manneskjan er gömul. Já, það er bara svo vel skrifið mynd, sko. Góð saga, maður. Það var svo flott og falleg saga, sko. Eldist hrikalega vel. Ekkert smá. Einmitt, hvað er hún gömul? Hún er hvað, 94? Einmitt, og hún hefði alveg geta verið gerð bara fyrir 5 árum, Já. skilur mig. Já. Og þeir einhvern veginn hafa líka elst vel þessi leikarar. Já. Bæði hann Tim Robbins og Morgan Freeman. Já. Já. Með Morgan Freeman einhvern veginn alltaf eins. Hann er svona eldarskallin. Aðeins eldri, sko. Hann er svo flottur. Já, mér finnst hann bara alltaf on point, sko. Þannig að, jú, það er mjög góð mynd. En hún er líka alveg it could happen, skiljum mig. Já, ég meina að það er ekkit óraunveruleg mynd. Nei. Falla bara mann sem fyrir fangilsi og svo bara reynir að brjótast úr fangilsinu. Akkurat. En ég veit horfði aftur á hann fyrir ekkert svo löngu síðan. Já. Það var svolítið síðan ég síðan hana. Já. Horfði hann með kærustunni og ég veit ekki það fúslaða núna, þó ég sem búin að sjá hann alveg miljónsinnum. Já. Það kom tár. Eða? Já. Já. Þetta er svo falleg mynd. Þetta er að hún fjallar svo mikið líka vináttu. Já, náttúrulega, hún náttúrulega, sko, pönnið í myndinni er sorglegt, sko. Já. En já, ég ætti mynd að horfa á hana aftur. Það er líka rosalega langt síðan ég sé hana. En hún er geggjuð, sko. já, ég man bara að, mamma, sem sagt, náttúrulega let mig ekkert tímann að horfa á hana. Já. Bara því að, hún já. Hún var búin að sjá hana. Hún var búin að sjá hana. Já. Og sagði mér náttúrulega bara að þetta var æðisleg mynd og ég lærði ná fullt af myndum í gegnum þau. Já. Einhvern veginn og á mjög fyndi, sko, hún hefur einhvern veginn ok, hvernig á ég orða þetta? Þegar ég var svona kannski 7 ára. Þá lét hún mig horfa á eða leiði hún mér að horfa á Pretty Woman. Ok. Af því að þetta var bara svona skvísumynd. En síðan, þú veist, held ég hún hafi ekki alveg vitað eða battað eða gerð sér grein fyrir hvað hún var actually að láta mig horfa á. En að því hún var vænd, ég hef ekki séð Pretty Woman alveg í 1.000.000 ár. Já. Hún var alltaf vændiskona. Já. Og Richard Gere eitthvað svona hvað hittir hana og verður eitthvað skotin í henni. Já. Hvernig heldur þessi mynd eldist? Ég held hún bara eldist ágætlega. Ég held að ég ekkert svo langt síðan ég sé hana. Og var hann alveg skemmtileg? Já. Þetta er svona falleg rómantísk saga, skilur, sem endar vel. En þú sást hann fyrst á 7 ára? Ég held að, ég var alveg ung, sko. Og Varstu þú of ung? Ég held að ég hef verið aðeins og ung, skilur. En er eitthvað í hana því ég langt sér sá hana? Nei. Það er ekki einhver nekt eða ofbeldi eða eitthvað þannig eða? Nei, hún átti samt kannski að vera að láta mig horfa Lion King eða eitthvað, skilur. Nei, ok, ég var alveg látin að horfa á það líka. En ég fekk einhvern veginn svona að því að þau voru ung, svona foreldrar mínir. Og ég fekk rosalega mikið, ég var rosalega mikið með þeim. Og ég var bara með þeim þegar þau voru að horfa á bíómyndir. Og hún var ekkert bara að horfa á Pretty Woman og ég horfði á hana með henni. Já, ég skilji. Og þú veist að því hún var bara að horfa á einhverja gamanmynd. Já, bara einhverja rómantíska gamanmynd. Já. Og mér fannst þetta alveg aðeinslega mynd, ég horfði alveg ofta á hana, en það er ekkert brútal í henni, sko. Nei. Þú veist, það er eitthvað svona örlítið love scene sem er mjög saklislegt, eitthvað smá leiðilegt svona drama eitthvað. En að öðru leyti bara mjög einhvern veginn bara romantísk drama mynd, sko. En uppáhaldsmómenti mitt er sennilega þegar einmitt að koma því að var gistinótt hjá mér og vinn mínum og og það var komið að því að fara að leigja spólu og mamma held ég hafi farið bara og leigt spólur og maðurinn á vídeolegunni mældi með mynd sem heitir Boogie Nights og við vorum svona 11 ára. Hún bara eitthvað, já, hann sagði þetta var bara eitthvað rosalega skemmtileg mynd frá the 70s, bara allir eitthvað óksladjóli eitthvað. Og við eitthvað, já, ok, nice. Og við bara, 11-12 ára, bara beint inn í herbyggi, Boogie Nights í tækið og eftir myndina, þá voru ég og vinur minn bara, okkur voru að horfa á. Þú veist, okkur leið bara eins og við vorum að horfa á klámmynd, skilur. Hún er alveg nokkuð gróf, sko. Hún er gróf. Það er náttúrulega hann bara að fikra sig áfram í klámmynda heiminum bara. Bókstallega. Og þú veist, það er alveg, þar eru atriði, sko, sem að 12 ára börn ætti ekkit endilega að vera að horfa á. Og þú veist, ég pældi svona eftir það bara því að það var alltaf mjög skýr miði, grænn, gulur eða rauður. Já. Og
og þetta var bara rauður miði, Banan 16. Bananum 16 og ég held hún hafi bara einhvern veginn gleymt að pæla í þetta, bara svona tjölli mynd, einhvern svona grínmynd frá the 70s, skilur eitthvað, náttúrulega á einhverjum skala grínmynd, vissulega, fyrir fullorðið fólk. Já, menn það er fyndin atriðinni fyrir, eins og segir, fyrir fullorðið fólk. Já. Að það er í þessari mynd, það er alltaf nekt, kynlíf, klámbransinn, það er dópnesla, það er einn karakter hana, eldri maður sem er barnanýðingur. Þannig að það er svona, kannski ekki fyrsta myndi sem var sínur 11 ára. Nei, en það var alveg, sko, þetta var svo absúrt moment og við vorum bara að tala þetta daginn að rifja þetta upp, sko, því að ég held við hefum ekkert sagt henni frá þessu strax, sko. Ég held hún að það bara komist að þess sjálf þegar hún sá myndina. Bara hvað var ég að leia fyrir börnin? En hefur þú séð hana eftir þetta? Já, en það er orðið allt og langt síðan. Ég verði eiginlega að horfa hana aftur, bara til þess að sko. Hún er ógeðslega góð. Og ég man að okkur fannst það. Þetta var náttúrulega rosa spennandi fyrir okkur. Náttúrulega sem krakkar. Já, var ekki tímið með það. Já, en overall, mjög góð mynd. Já, þetta er rosa góð. Hún eldist líka vel. Já. Alveg hrigalega flott mynd. Boogie Nights, maður. Boogie Nights. Já. Ég er að hugsa, sko, ef þetta hefur verið Die Hard eða eitthvað svona hasar. Já. Mér finnst það skára. Já, einhver smá byssumynd, sko. Já, einhver skotin og... En nei, Boogie Nights af öllum. Grínmynd. Þetta er bara svo svakar svona fullónismynd. Já, þetta er það, sko. Og líka bara söguþráðin. Já. Og þessi karakter sem Mark Wahlberg leikur. Einmitt. Hann fer alveg upp og niður alla myndina og þú sér hann alveg á botninum og... Já. Þetta er alveg, en þess vegna hló ég bara þess að... Já. Það er þess að mynd. Já, það situr alltaf í mér, sko, ég man augnablikið þegar að því að hann náttúrulega var svo ógeðslega vinsæll þarna því að hann var með svo mikið undir sér, sko. Og síðan á einhverjum tímapunkti í myndinni, þá var það sýnt, skiluru. Hann stóð fyrir framan spegil á sprellanum og var að horfa á sig, skiluru, bara, ok. Og þegar við vorum að horfa á þessu mynd bara, wow, þú veist alveg hérna. Hann á mjög stóran. Hann á mjög stóran, sko. Og þetta atrið situr í mér ennþá, þú veist, 20 árið setna, bara, já, alveg rétt, Boogie Nights. Ég með þetta satt líka í mér, ég sé hann öruglega því ég er svona 15-16 ára, hugsa ég. Og þetta satt alltaf einmitt í mér líka. Einmitt. Þetta er alltaf ekkert algengt í bíómyndum og sjá bara titlingin. Nei, það er bara frekar óalgengt. Já, þannig að þetta var bara svona, satt svaka límari. Já. Hvað er þau meira? Eitthvað aðra myndir? Maður sjá. Sko, ég er með ég er náttúrulega Quentin Tarantino. Fílar hann? Sko, upp að vissu marki. Ok. Ég held að það sé þannig að ég fíla ekki kannski er ég ekki bara búin að leyfa mér að explora það eins og gamla stöfið hans en ég var að horfa á Django aftur daginn. Okay. Bákað er góð mynd. Gæg. Og Inglourious Basterds. Gæg. Ég horfði á þær báðar og þá var ég svona, ok, á ég kannski þá að setja sniður og fara að horfa aftur á Kill Bill og þetta dæmi sem ég hafði ekki smekk fyrir þegar ég var yngri. Já, þú meina það. Skilur, ég er að pæla hvort maður þurfa að vera alveg orðin kannski stundum x gamall til þess að bara í raun og veru skilja húmórin líka á bakvið þennan mann. Já. Þú veist, eins og til dæmis ef að það er örgulega ykkur þarna úti sem er bara, nei, ég get ekki hort á Quentin Tarantino og þetta er svo óraunverulegt og þessi splattir atrið eru bara þvæla og þetta er svo óraunverulegt og eitthvað svona. En þú veist, út frá þessum tveimur myndum þá lærði ég raun og veru inn á hans í raun og veru húmór. Já. Ég skildi það. Hann er fyndinn. Sko. Hann er fyndinn. Já. Líka koma sjálfur svona fram í myndinni með húmór fyrir sjálfur sér og láta sér deyja mest. Já, hann sprakk hann ekki. Jú, alveg hefi, sko. Í Django. Já. En þá verður að spyrja það, því hann Tarantino, þegar þú sér gamla steffi út, talar um Kill Bill, en eins og Reservoir Dogs og Pulp Fiction og svona. Pulp Fiction er náttúrulega geðvik. Og, veistu, ég held að ég sé bara ekki búin að sjá. Reservoir Dogs? Já. Já, er það ekki? En hún er alltaf, þú veist, ég er alltaf á leiðinu að horfa hana. Hún var alltaf til á spóli mitt heima. Og ég held að vera því að það var bara aldrei búið að skilinni. Hún var alltaf bara heima, þú veist, merkt bara nýmynd eða eitthvað. Þetta var af vídeolög? Já. Það var oft fullt af svoleiðis spólum heima. En ekki búin að sjá hana? En ekki búin að sjá hana, sko. Þannig ég held ég þurfa að horfa á hana. Ég er búin að heyra að hún sé náttúrulega alveg geðvik. Já.
Að það ekki? Jú. En persóna ég hrifnastur af Pulp Fiction, mér finnst það besta myndin hans. Hún er náttúrulega geðveik, sko. Já. Ég sá hana líka mjög ung, en ég þurfti að horfa á hana, skilur aftur setna til þess að vita hvað ég var að horfa á. Já, til þess að kunna meta. Já. Þú veist, það var svona einhver nokkur atriði sem að sita eftir í manni þegar maður er svona ungur að horfa á svona myndir. Já. Eins og þessi brútal atriði, en þú skilur síðan ekki til dæmis bara eins og inngangsatriði í Pulp Fiction er náttúrulega svolítið iconic atriði, en ég var bara þegar ég var að horfa á þetta þá bara, ok, er ekkert að fara að gerast í þessari mynd, ætlaði bara að setja þarna og tala í 20 myndir viðbót eða eitthvað, og meðan þetta er geðveikt atriði, þú veist, bara eins og byrjunar atriði í Inglourious Bastards. Það er rosalega atriði. Þú veist, þetta er svo langt atriði, að þú ert að horfa á þetta og kannt ekki að meta þegar þú ert að horfa á, þá er þetta bara leiðilegt, þú veist, og maður er svona valla að hlusta á hvað manneskinn að segja, bara hvernig gerist eitthvað. En það er samt sko því að Tarantino er svo ógeðslega góður penni, eins og byrjandi í Inglourious Bastards, sem hann segir sjálfur, þetta er eitt af bestu atriði sem hann hefur skrifað. Já. Það er samt svo spennandi. Það er mjög spennandi. Þú veist að það er eitthvað að fara að gerast, það er svona kraumar undir yfirborðinu og það er svo gæðið hvernig það byggist upp og er bara spenntar því eins og segja, þetta er svolítið langt atrið þeir bara tala saman en þetta er svo brilljant atrið, svo þarf að mynda bara fer niður undir gólfið og þú sérð gyðingana þar sem er að fera sig gæsáð núna, sérðu þetta er alveg gæsáð shit, þetta er ekta en þetta er bara svo spennandi atrið maður. Þetta er það sko, þetta er intense og maður veit að það er að fara að gerast eitthvað slæmt frá því að hann tekur fyrsta mjólkur sopan sko, bara En eins og með þær, þú nefndi Django og Inglourious Bastards. Ertu búin að sjá Hateful Eight? Ertu búin að sjá Once Upon a Time in Hollywood? Nei. Ef þú átt það er eftir? Já, það er eftir, sko. Ég eftir að taka svona... Öfundæg? Já. Ég er alveg vissum að sé ykkur sem gera það. Fleiri. Ég þarf að stúdera hana þess að því að, eins og ég segi, ég fattaði það þarna að ég fíli þetta. Skilur ég? Þá er örugglega eitthvað sem að ég á eftir að sjá og fíla með honum, skilur ég. Ég meina, þú fílar þessar þrjár, Pulp Fiction, Django og Bastards. Mér finnst mjög ólíklegt að þú fílar ekki Kill Bill og Reservoir Dogs. Herðu, kærasta mín var einmitt að hneykslast yfir því ég var ekki búin að sjá Hateful Eight, þannig að... Hún er sérst búin að sjá hana? Greinilega. Hún var eitthvað að skammast yfir mér. En þú var að sjá hana því að hún... Hún var líka að skamma mig að einhvern veginn, hvað var í langt sen ég sé Kill Bill, hún er kannski bara meðalega geggjaðan bíómyndasmekk, ég er bara ekki búin að Þið þurfa að ræða þetta betur heima. Já, ég held það. En Kill Bill er svolítið hún er svolítið flippuð, en hún er ógeðslega góð maður. Þegar sé hún, þá er ég að tala um 1 og 2. Hann hugsa þetta sem eitt verk í rauninni. En já, ég var mjög til að heyra hvernig finnst Hateful Eight sérstaklega, að hún er rosalega löng og hún er alveg slow burn. Já. En mér fannst hún mjög áhugaður og spennandi allir tíman. Já. Þannig hann bara er skemmtileg penni. Já, einmitt. Hann náttúrulega, hann kemst upp með það sko, að því að atriðin geta verið svona löng af því að, og aðdragandinn að hverju atriði getur verið korter, þú veist, af því að það er vel skrifað. Já, og þú veist líka hvernig þú færð nú oftast eitthvað payoff. Einmitt. Eins og í Bastards, byrjunaratriði, kannski svolítið langt, en það er eitthvað point í því. Akkurat. Skilur við? Akkurat. Það endar á allt öðru stað að byrjaði og þetta er ákveð bara svona rætt, það atriði. Akkurat. Hvernig fannst þér Christoph Waltz sem hans landa, Nazi-hunterinn? Já, mér fannst það bara, þetta er geðveikur leikari. Það er einhvern veginn, hvernig hann næri þessi karakter er bara mindblowing. Mér finnst hann náði þessu rosalega vel. Fannst hann skeri, þessi karakter? Já, hann er líka með þetta Nazi-lúk. Það er eitthvað off við þennan karakter. Já, hann alveg náði þessu mjög vel, sko, bara, þú veist, maður sá bara SS-svipin í andlitinu hann. Já. Og þú veist, talar reiprennandi þýsku og þetta var bara svona, þú veist. Það er ekki eitthvað við hann þegar maður horfir á hann og hann brosir. Já, einmitt. Það er eitthvað svona chilling við það. Já. Ég myndi ekki vel að hafa hann gæja eftir mér. Nei. En samt veginn virkar hann svolítið glæðilegur og stundum góðlegur. Einmitt. En samt eitthvað psycho. Já, algjörlega. Bara eins og í Django. Geðveitt viðkunnulegu gaur. En samt ógeðslega, þú veist, hvað maður að segja, og þú veist, hann var alveg mjög vond persóna, en samt geðveitt góð persóna, skiljur, því hann tók hann svona undir vendarvæng, en var samt í ógeðslega missjóni, en samt einhvern veginn í góðu missjóni, þú veist, að vera góð í kallinn, en samt
með því að vera ógeðslega vondur. Þetta er einhvern veginn svona, hann er allavega kapsir að sína karakter alveg rosalega vel, sko. Já, þetta er skemmtilega leikari. Já. En svo alltaf þinn maður í Django, Minn maður í Django, hann leikur ógeð þar. hann náttúrulega, hvað hann leikur ógeðslega mamma er. Ég var bara... Ógeðslur. Monsieur Candy. Já, hann er... mér finnst hann alltaf taka hvert og eitt hlutverk sem að hann fær. Mér finnst eins og hann stútir það bara, hann niður njörvar hvert einasta karakter sem hann fær. Af því að sen er líka Wolf of Wall Street á þessum lista. Það er bara mynd sem að, þú veist, ég get alltaf hort á. En þessum með hana, og gott þú nefndir hana, Já. það er þetta með karakter, sem þetta kapra leikur. Þetta er ógeð. Hann er náttúrulega viðbjöður. En samt einhvern veginn gana að horfa á hann. Bara geðveikt, sko. Af hverju? Hvað er að við þetta lífverðni eða þennan lífstíl sem okkur finnst svona heillandi úr fjarlæg? Já. Þetta er bara svona, ég held að þetta sé ákveðin svona fantasía. Þú veist, hvað er í raun og veru, hvað þessi heimur getur verið heillandi samt sem, að þú veist, ef þú pælir í bara sem áhorfandi. Þú veist, af því að þú væri aldrei til í að vera í þessari stöðu sem hann er í, af því að ég hugsaði með mér, hvernig fer hann í gegnum heilan vinnudag? Þú veist, hvernig er þetta hægt? Hvernig er þetta að vera svona ógeðslega vond manneskja? Já. Og siðlaus. Bara gjörsamlega, bara siðblindur fantur, sko. Já. Og náttúrulega talandi það, þessi gæi, Jordan er náttúrulega, þetta er sannsöguleg mynd, skilur við. Skurri til. Já, og það er kannski líka skemmtilega við að horfa á þessa mynd, að maður veit að mikið af þessum atriðum, þó að sum séu náttúrulega vissulega ýkt, að það er byggt á ykkur sem að gerðist og að maður fær svona innsýn í hennan heim sem að maður, þú veist, sem er svo langt frá manni, að maður fær að sjá þetta þarna og hann leikur þetta líka bara svo ógeðslega vel, þú veist. Hann, einhvern veginn, eins og ég segi, bara hver og einasti karakter sem að Leonardo DiCaprio kapsirar og ég man að var einhvern tímann svona að svaka umtal það okkur hann væri ekki búin að vinna Óskarinn á einhvern tímapunkti þegar hann var bara búin að leika af sér raskati. Í geggjuhlutverkum. Geðveikum hlutverkum, alltaf ógeðslega vel deliverað og ég man ekki, svo fekk hann loksins Óskarinn fyrir einhverja mynd. The Revenant. Já, hann fekk fyrir hana. Já, mér minni það. Einmitt, sem, þú veist, sem er svona kannski mest arti myndir sem hann hefur leikið í. Já. Og maður svona, já, ok, þú veist. Og mér finnst það ekkit best að framvista hana. Bara alls ekki. Hann fekk þetta líka meira bara svona, herðu, þú ert svo geggjastlega góðu leikari, hérna er Óskariðin. Hérna er hann loksins. Mér finnst hann eiga, sko, verðskulda alveg nokkra Óskara í gegnum ferilinn, sko. Já, bara hygglust. Hann líka, það sem er áhverst til Leonardo DiCaprio, að ég var aðeins að rætta hann í podcastinu, flestir fíla hann mjög vel, hann er mjög ofalega á flestum. Hann líka svo sniður að velja sér leikstjóra og hlutverk. Já. Að því þú getur ímyndað hvað búið bjóðan ofta leiki ykkur overtjumynd eða Star Wars eða, og hann bara nei, ítti hann í mækin, bara nei, hef ekki áhuga á þessu. Akkurat. Hann vandar svo svakalega. Hann gerir það, sko. Það dýrkaði við hann. Og líka einhvern veginn, það er eins og að sé aldrei desperate eftir hlutverki. Nei. Hann landar einhvern veginn alltaf góðu hlutverki. Já. Skilur mig. Já. Hann er ekki þú veist, það er einhvern veginn sumir leikara sem að enda stundum á því að vera allt í hennu bara í einhverjum B-myndum. Já, það er sorglegt. Já, það er sorglegt, sko. Og hann einhvern veginn nær alltaf að halda sig bara á striki að leika bara geggju hlutverk. Já. Og ég las að sturlaða staðreind því hann? Já. Að og það var sagt eitthvað svona en hefurðu pælt í því að peningurinn sem að Jordan á að eiga í Wolf of Wall Street er bara smjörð yfir að því sem að Leonardo DiCaprio á í alvörunni. Já. Þú veist, þannig að hann er miklu ríkar en hann. Já. Þú veist, hann á að vera að leika einhvern geðveikan veldismann sem á bara allt frá þyrlu og snekkju og flugvél og bara allt þetta sem að öllum dreymir að eiga, öllum okkur sem eru svona veruleika fyrst, bara að kaupa hlutabrif og vera bara eins og Jordan. Hann á miklu meiri pening. Sem er ógeðslega fyndið að hugsa út í. Sem er ógeðslega fyndið að hugsa út í, sko. Ég hef ekki svona pælt út í það. Nei, af því að þetta virkar svo abnormal og absúrt peningur eins og engin einan pening í heiminum. Þetta, hann er ekkert ríkasti maður í heimi þessi Jordan-gaur, sko. Nei, þó hann láta það svolítið lúkka þannig. Já, hann náði allavega að kapsjura það hlutverk alveg, að delivera því rosalega vel, sko. Já, það er líka töffið DiCaprio, hann hefur aldrei, ekki síðan mann eftir, hann aldrei verið
í fjölmjölum fyrir eitthvað svona rugg. Nei, það er líka annað. Hann er reyndar duglegur verið stöður að skipta kærustur. Já. Og ég held að þessi búin að fara í gegnum Victoria's Secret katalógin Já, bara. einmitt. En ég meina það er ekki dólulegt. Nei, ég meina, maður þarf að máta hennan lista, maður að máta hennan katalóg. Mér finnst svo fyndið, ég er alltaf að sjá, eða þegar maður sér eitthvað svona myndir á honum, hann er með eitthvað nýri, eitthvað fyrirsættu eða eitthvað skvísu. Einmitt. Og það var alltaf bara að býtu, hann eldist, hann er samt með þessi 21. Já, einmitt. Já. Hann er auðvitað 48 ára eða 50 eða eitthvað. Einmitt. Hann alltaf yngist ekki, sko. Hann yngist ekki. Nei. En það er svona eina sem mann eftir að sé það af eitthvað svona viti í fjölmiðlum. Annars verðist það vera bara svona frekar low-key. Já, low-key. Ég Er það ekki? Jú, algjörlega. Það er líka það sem ég hef alltaf heillast af við hann. Það er, þessir leikarar og syngur þeir sem er ekki endalist í sviðstjórnslunni fyrir eitthvað kjaftaði. Eins og þessi Brad Pitt, Jennifer Aniston súpa sem er bara ennþá verið að hræra í. Bara give it up. Þau voru saman, það var erfitt, þau hættu saman, hann byrjaði með Angelina Jolie, get over it. Það er ennþá bara verið að hræra í grautnum, bara hvað nú, þetta er einhvern veginn svona. Þú nefnir ekki að setja í þessi mál? Nei. Hvað er mikið drullu saman? Hverjum er ekki slétt, sko? Þetta er svo núna er Ben Affleck með Jennifer Lopez aftur. Já. Ég er alveg sama. Bara alveg drull, sko. Ég myndi var að tala um þetta í útvarpinu daginn, hvað heitir þetta eina? Þetta er Bennifer, voljúm 2. Alveg bara eins og þetta sé eitthvað þeng. Og voljúm 2 framhaldssaga. Já, alveg bara ógæðislega. En þetta er náttúrulega sem þetta gengur út á þetta paparazzi dæmi, sko. Þetta er samt eitthvað svo boring. Það er svo boring, sko. Það finnst mér. Mér er líka svo slétt, sko. Ég er bara, ég bara gæti ekki verið mér sama hjá hvað liðið þetta er að sænga, sko. Mér er bara drullu sama. En þá verð ég að spyrja þig, hvað finnst þú Kardashian liðið? Herri, aldrei sett mig inn í þau. Þú veist. En þú veist af þessu fólki? Ég veit af því. Bara, þú veist, út af þú veist hvað þau hafa verið á milli tannanna á fólki og kannski líka þú veist að því að ég held mikið upp á Kanye West skiluru og hann náttúrulega potaði sig þarna inn í þetta trúða batteri. Kanye West, að þú fílar hann. Já. Hann verið svo svolítið sérstök típa. Mjög sérstök típa. Og náttúrulega snillingur og sinnhátt. Já. En ofta með snillinga þeir eru sérstakir. Virkilega. Hvað hugsaði þú fyrst þegar þú heyrðir þetta? Eitthvað hann væri komin inn í þetta Kardashian-dæmi. Varstu bara svona, Já, ég, sko, svona, mér fannst eins og, þú veist, álit mitt á honum, sko, Kim Kardashian, ég held samt að hún sé alveg svona kortir í skásti kosturinn hann, sko. Já, ég bara þekki ekki alveg nógu vel þess að... Hún er eitthvað svona, alveg eitthvað mentuð og er eitthvað potential í henni, skiluru. Þú veist, ég kann samt ekki, þú veist, þetta er bara náttúrulega, þetta efni er svo mikið, þú veist, þetta er svo mikla peningamaskinur að það er bara svona above my knowledge að vita út á hvað þetta gengur og af hverju þetta fólk varð svona ríkt út af þessu. En verður maður ekki að gefa mig eitthvað smá kredit? Ég meina, þeir náða þannig að markasetja sér svona vel. Já, bara full on kredit, bara til hamingju Kardashian fjölskylda. En mér finnst ekki öfundsvert líf. Nei, þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn, það var þarna frábær stökkpallur fyrir þarna, ég man ekki hvort hún hafi verið yngst eða hvað, þarna Kylie eða eitthvað. Kylie, já. Sem er með eitthvað snirtifur í línu og er yngsti billjónamæringurinn í heiminum og eitthvað svona flotti stökkpallur fyrir hana. En svona almennt þetta fjölskyldi drama, en fólk náttúrulega lifir fyrir svona raunverulega kjaftaði, sko. Af hverju svo? Ég veit það ekki, ég hef aldrei horft á Kardashian þátt, sko. Nei. Og ég kannski sé svona 2 mínútur. Einmitt, samanlagt. Já, samanlagt í mér. Af sko 20 seríum eða eitthvað. Alveg bara hours of crap. En já, ég er svona, þú veist, ég hefði alveg getað að trúa upp með að setja mig eitthvað inn í þetta fyrir að Kanye West, þú veist. Þegar hann fór í það. Já, en hann var ekkert svo involveraður í þessum seríum, sko. Nei, hann hefur kannski ekki verið mikið í það. Nei, ég held að hann hafi ekki tekið mikið þátt í þessu. En nú eru þau skilin? Nú eru þau skilin, já. Ég man eitthvað þú voru gift eða ekki. Þau eru ekki saman í dag? Nei. Hann búið að losa sig frá því. Já. Ég held ekki einhvern veginn svona gæi, svaka tónlistu gaur, er hann að nenni þessu dramatóti? Það getur ekki verið.
Þú vil hann ekki bara semja eitthvað næstu plötu hver tollir í svona umhverfi? Svona rugli. Já, en það þessar gælur alltaf bara með ykkurum, mér finnst það alltaf að vera að hætta með og byrja með og... Já, þetta er voða svona drama í kringum þetta. Það það, sko. Það bara svona... En svo líka, ef þú ert með svona, þú ert með svona batteri, svona, þetta er svona ákveði veldi og þú ert með þess þætti og þessa seríu. Þetta er alltaf að líta svo flottar út. Alltaf, þetta er svo bringlað. Já, þetta er svo yfirborðskent. Já. Það bara svona, eins og ég segi, það er bara absúrt að eitthvað skuli nenna eða orkunni og líka hafa tilfinningar fyrir þessu. Já, vera investið í þessu. Fólk er svo investið með þessari fjölskyldu. Það bara, það er báralegt. Það er bara blóð sitt og tár. Bara það skilnaðir, það bara næstu allt í uppnámi bara á heimilinu. Ég meina eins og með, ég spurði eitthvað sem þetta var eitthvað sem mömmu eða eitthvað, því hún hafði oft svona áhuga á konungsfjölskyldunni í Bretlandi. Já. Er þetta ekki bara svolítið þannig pæling? Í raun og veru. Svona nútíma eitthvað konungsfjölskylda innan gæsalappa. Það alveg svona, þú veist, það mjög góð samlíking. Já. Þú veist. En ég skil hvort. Nei, já, einmitt. Því bara, þú veist, að geta involverað sig svona í líf annara og tekið svona, jafnvel kannski bara persónulega, þú veist. Já, orðið kannski leið þegar eitthvað skilur eða eitthvað svona, já. Þú veist. Bara... Þú veist það Raka, ég skildi ekki heldur. Nei, þetta er ótrúlegt, sko. Við erum sammála um það, okkur finnst það skrítið. Algjörlega, sko. Já. Förum aftur eitthvað skemmtilega bíómynd. Já. Hvað ertu komin á listanum? Ertu að vera búið með hana? Hvað stendur þú? Herðu, ég held að sko síðasta myndin hérna sem að er hjá mér það er hérna The Purge eftir. Vistu, ég sá hann ekki. En ég veit hvað mynd það er. Já. Sko, já, það er náttúrulega mynd sem er mjög áhugaverð af því að þetta er rosalega áhugaverð hugmynd. Hvað eru til í þessu hugmynd? Fyrir þá sem vit ekki, er þetta ekki þannig að einn dag eða eitt kvöld á árið eða eitthvað, þá máttu gera svo vilt, brjótast inn og eitthvað, eða drepa eða eitthvað. Drepa bara. Án þess að lendi í fangilsi eða. Já, og þetta á að minnka glæpatíðnina í Bandaríkjunum. Og er þetta góð mynd? Það er ég að fara að drullast að sjá hana. Hún er góð, sko. Ég væri svona til ég ætla að segja það, hún er góð, en ég væri til að sjá síðan hvað þér finnst. Þannig að þú lætur mig vita þegar þú ert búin að sjá hana. Ég skal segja það, því að ég er svona semispenntur. Já. Hún fór bara svona fram í mér, einhvern veginn. Já, þær eru 2. Er ekki konar 3? Já, er það. Það getur mér þess að vera. Ég er alltaf búin að sjá 2. Og fyrsta myndin er náttúrulega best, sko. Eða fyrri myndin. Já, það er þarna The Purge og svo The Purge Anarchy eða eitthvað. Já, einmitt. En sko, var ekki 3 myndir? Já, það getur verið, sko, en uppálega myndin er raun og verið bara fyrsta myndin, hún er rosalega góð, af því að það er líka, það er góður, sko, söguþráður. Já. Þú veist, náttúrulega overall snýst þetta þetta, að allir mega að fara út og gera það sem þið vilja, og, en söguþráðurinn snýri náttúrulega að einum einstakling sem er í ákveðinu missjóni. Er það Ethan Hawke? Það er Ethan Hawke, dökkarur. Þessi hann? Já, nei. Ekki þessi? Nei. Er þetta sem leikur í Sinister? Já. Nei, það er ekki þessi, það er annar. Er hann ekki alveg ekki í Purge 1? Var það? Hann er alveg, ég er í IMDb þetta núna. Já, ég er með þér hérna að sjá The Purge. Já, ég þarf að dreyma að sjá þetta. Af því að ég ætla að sjá hérna svo ég sjái, ég held að jú, hann er í fyrstu myndinni. Er það ekki? Er hann ekki alveg ekki í fyrstu? Hann er í fyrstu myndinni. Okay. Síðan er The Purge Anarchy. Er það númer 2? Já. Söguþráðurinn sérst í henni, hann er rosalega góður, af því að eins og ég segi, þú veist, aðaldæmi er þetta glæpadæmi, en þú fylgist með og veru söguþráðurinn er þessi gaur sem er að fara í ákveðið mission þetta kvöld og náttúrulega lendir í því að þurfa að bjarga ykkur fólki sem er í vesenni, sem er að, þú veist, verið að árita út og götu og eitthvað svona og síðan endar myndin á því að hann kemst í sitt mission og það fer eins og það fer. Já, ok. Það er í númer 2? Já, þannig að Anarchy.
Svo var eitthvað líka election year eða eitthvað. Já, einmitt, það er spurning hvort það séu farnir að, þú veist, gera mjólk þetta, sko. Akkur finnst þú að það eru gerð Purge sjónvarserja eða ég gera það eitthvað? Ég held að það sé bara rétt hjá þér. Það ekki? Jú. Finnst þú að lesa það? En eins og í fyrstu myndinni, Já. að glæpir, leiðir eitthvað á einu kvöld eitthvað. Já. Var þið til í þetta? Ég er ekki, þetta er svolítið galin hugmynd, sko. Þú myndir ekkert fara og drepa einhvern og brjótast inn einhvers staðar og... Þetta er galin hugmynd. Svo þetta er galin hugmynd og ég held að þetta sé bara eitthvað sem maður myndi aldrei make a sense, en þetta er samt mjög áhugaverð pæling. Hvað heldur þetta gerast samt? Bursið frá þér persónlega. Mér persónlega. Þú myndir ekkert fara og brjóta þér. Nei. Heldur að yrði bara chaos? Já, af því að það er sko, það er náttúrulega ákveðin hópur þarna úti sem að myndi alltaf misnota þetta. Sem er tæpur. Já, þú veist, núna actually hef ég leyfi til þess að gera það sem að ég ætlaði mér að gera. Þetta er einhvern veginn, þetta er galin hugmynd, þetta er samt svona, nei, mér finnst þetta fáraleg hugmynd, bara svo að sé alveg á kristaltæru. Já, við erum saman á það. Af því að eins og ég segja, sko, þetta á að minnka glæpavæðingu og fangana í fangelsum. En þú veist, af því að þú veist, það náttúrulega má ekki handtaka þig. Já. Þannig að þú ert bara búin að fremja glæpin, þannig að þú þarft á hvað ekki að gera fremja glæpin daginn eftir, eða ertu bara búin að fá þína útrás fyrir árið, eða... Þetta meikar en eitt. Nei, en þetta er mjög skemmtilega myndir samt sem aður, þetta er svona gott svona, þetta eru góða spennumyndir. En náðar, kannski sérstaklega fyrsta, því hún er að kynna þetta koncept, nær hún alveg að selja þér það, ertu að kaupa þetta? Já. Í þessum heimi? Já, þegar þú ert að horfa á myndina, þá ertu pínu svona, ok, þetta reyndar gæti alveg... Þetta meika pínu sens. Þetta gæti verið sniðugt. Þú veist, þeir ná mann alveg svoleiðis. Já, að ég maður þegar ég heyrði þessa hugmynd, að ég vissi hvað hann var, svona lauslega, ég sem, hvað, þetta er fárvægt. Ég veit. Þetta er hérna... Er sem engin glæpir fram til bara restan árinu? Ég veit. Það, þú veist... En kemur það fram í myndinni? Nei, það er náttúrulega ekki þetta garantera það. Nei. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona one night of a revenge, skilur við. Þeir eru svo eitthvað verið búin að eitthvað er brotist inn til mín, bara nei, ég get ekki hent mín fyrir en 1. maí, há er pörtsið, sko, há ríki í hann. Þú veist, og þetta er líka bara svona að vera að opna vettvang fyrir glæpagengi til þess að, þú veist, myrða og nauðga og brjótast inn og gera bara eitthvað viðbjöð. Ja. Þannig að, nei, þetta meikar engan sens. En samt góðar hasamyndir. Já, ég er alveg til að tjekka á fyrstu, ég er líka fíl í Ethan Hawke. Já. Þetta er skemmtilega. Hann er æði. En eins og með þetta, ég verði að spyrja, því að mér finnst það áhugur pæling, ef þetta er gert í alvörinni, að því ég vil meina það að flestir séu góðir. Já. Þú veist, er maður ekki svona alltaf að vona það? Maður er alltaf að vona það, sko. Þannig ég held að þó þetta er gert, já. Ég held að yrði ekkert eitthvað algjört chaos. Já, svona eins og hérna. Fjandir hafa það? Nei, ertu að sjá þetta fyrir þér, skilur? Nei, ekki eins og Íslandi, Bara eitthvað svona, þú veist, það kemur svona lúður, svona eins og svona, þú veist, svona snjóflóðalúður eða eitthvað. Já, þegar þetta byrjar. Já, svo bara svona, kemur bara svona, þú veist, tími upp á risastóran skjá, skilur og síðan er bara, þú veist, talið niður. Já, ég held að þetta sé frá 12-7 morgunin eða 12-6 eða eitthvað, þetta er nóttin. Já, 12 tímar. Og þá eru bara allir að læsa sig inni bara með hlera og byssutnar heima, skilur, tilbúnir ef eitthvað kemur, skilur. Þannig að, þú veist, þetta er örugglega ömurlegt að vera bara einhver saklaus gaur. Bara, ok, þetta er kvöld, ok, krakkar, bara læsa ykkur inni, þú veist, ég er bara vakt að, þú veist, þetta er örugglega ömurleg tilfinning ef þetta væri eitthvað, skilur. Ef þetta var í Íslandi? Já. Er nonni nágranni eitthvað að fara brjótast inn því? Nei, ég sé þetta ekki alveg að væri... Nei, öðru þessi Bandaríkjunum. Veistu hvað ég held að myndi freka að gera? Það er svona, herðu, getið hvað ég sá í gæri á Purge-inu, heldur að nágranni hafi ekki verið brjótast inn til Gunnu og þú veist, síðan verður það bara eitthvað geðið fyllt eftir, þetta er bara svona, þetta er svo lítið land, það er bara gett drama. Já. Allir að fylgjast með allir bara, heldur að Siggi Hnífur hafi ekki bara stungið hann þröst í gær og ég hætti hann ekki eftir að enda vel fyrir hann Sigga Hnífur. Það er enda málið, við búum í svo lill samfélagi. Þetta er bara þannig einhver sögur. Já, svo er þetta bara eitthvað revenge-fest alltaf.
ári. Ég er ekki sjá þetta fyrir mér, sko. Nei. En eins og svona glæpadót. Já. Þú veist, aðeins búin að, ég nefna það, Purge og Perfection og svona. Mm En eins og eitthvað svona mafíumyndir. Finnst það ekki skemmtilegt? En það er oft byggt á sannu sögu. Já, ég mér finnst mér finnst alls konar svona fíkniefna dæmi rosalega skemmtilegt. En ég hef yfirleitt hort á það allt í, þú veist, þáttum. Já, ertu ekki mikið verið Goodfellas? Nei, ég hef Þú ert ekki þar? Nei, og ég hef ekki séð til dæmis ég hef ekki séð hana. Þú er ekki séð Goodfellas? Nei, ég hef ekki séð gott færmyndirnar. Ok. En kannski það er samt alveg eitthvað sem ég á eftir. Þú veist, það er eiginlega bara, ég á eiginlega bara eftir að horfa á þær. Ég meina, ef þú hefur kannski ekki mikið áhuga á svona mafíudóti, þá finnst mér Hyper finnst það skemmtilegar. En eins og Scarface, sástu hana? Ég sá hana, hún var skemmtileg. Al Pacino, eitthvað svona dópkongur og eitthvað. Já. Þetta er kannski meira fyrir eitthvað svoleiðis, heldur svona skipulagt mafíu. Já. Ég er svona narkotik dæmi, sko. Ég elska svona fíkniefna. Þess að ég var að klára Queen of the South. Já, ég eftir að horfa á þeirra eftir að heldur góð. Þeir eru æði. Er það ekki með einhverja konu sem verður eitthvað svona boss, drug, kingpin eitthvað? Jú, bara from the bottom to the top, sko. Og myndir þú mæla með? Já, hygglust, sko. Geggjaði þetta. Er þetta eitthvað svona mikið ofbeldi og þetta svona fullorðinstótt? Mjög mikið ofbeldi. Ok. Alveg hellings. Ok, það hljóma vel. Já, ég fár alltaf að segja þetta en ég elska ofbeldi, sko. Sérst í mynd? Í mynd. Já, ég hata í alvörinu, ég elska í myndum. Í alvörinu er það mjög leiðilegt, en í myndum bara, yes. Hvað er það sem, af hverju finnst maður það svolítið skemmtilegt? Kannski er það því að maður vill, þú veist, bara að þetta sé svona bíómynda fantasíu dæmi, þetta sé bara til þar. Það er kannski líka eitthvað svona í okkur bara síðan við vorum eitthvað hellspúar. Já. Eitthvað svona við fáum smá útrás. Já. Sjáum eitthvað svona í bíómyndum. Já. En það er alltaf í lagi að við vitum líka til feik. Já, þetta er bíó. Já. Þetta er bara bíó, krakkar. Þetta er bara bíómynd. Þetta er bara tómatsósa. Já, þetta er bara tómatsósa. Var það ekki sagt við þú veist yngri? Jú. Af hverju er það alltaf sagt? Þetta er bara tómatsósa. Þetta er bara tómatsósa. Ekkert eitthvað, þetta er bara gerfiblóð. Já, þetta er bara tómatsósa. Ég fór að hugsa um þetta því að ég á lítinn strák, sem bara 5 mánaða, og ég hugsaði með því ég síni húnamyndir þegar hann verið eldri. Ég ætla ekki að sína hún búkina þetta sem hann er 11 ára. Þegar ég fyrir sína húnamyndir, þá myndi ég alltaf segja að þessi gerfiblóð. Einmitt. Ekki tómatsósa. Þetta er ekkert líkt að tómatsósa. Ekki neitt, sko. Það er líka bara ömurlegt stönd. Klístrað og eitthvað svona ógilt á manni. Matasóun. En það verði að spyrja þetta eina mynd. Blow, sást hana? Já, hún er góð. Sönsaga? Mjög góð, já. Það er svona ekta mynd fyrir þig. Það er sönsaga, drama, dópdæmi. Já. Þú fílar hana? Og náttúrulega ekki leikari að verri kanti. Johnny Depp? Úlala, ég reyndar ekkert mikil Johnny Depp en ég bara segi það fyrir ykkur allan úti. Þú er eitthvað úlala, ég reyndar fílan ekki þetta, úlala. Finnst það skemmtilegari? Ég minnst það alltaf lægi, þú veist. Alltaf leikari, sko. Varstu bara pjúra djóka núna? Já. Úlala. Já. Þið finnst það ekki sérstakur? Mér finnst það ofmetin, sko. Aha. Já. En finnst það ekki að hafa mist sér svolítið? Þannig að hann var einu svona heldur góð leikari, svo var hann svolítið svona fígúra. Já, einmitt. Kannski eftir Pirates of the Caribbean, húlumhæðið það. Já. Ég horfði á eitthvað af þeim. Hvað finnst þið það? Það er nú ekki raunverulegar. Það er nú alls ekki raunverulegar, sko. Mér fannst þarna allavega fyrsta myndin skemmtileg, sko. En ég átt hana, sko, á brendum disk. Já, var þetta kannski mögulega ólöglegur diskur? Kannski. Mögulega, ræðir það ekkert frekar? Nei, ég ræði það ekkert frekar í svona harkalegum gæðum, sko. Og ég horfði mikið á hana, sko. Kannski er það því átt hana, en mér fannst hún skemmtileg. Já, svona ævintýramynd. Já, þó ég sé ekki mikið fyrir þær, þá var þetta, það er Pirates of the Caribbean 1, ég sé Narnia 1 og Avatar. Þetta eru svona... Og Jurassic Park. Það er svona hálfgerð ævintýramynd. Eiginlega, já. Þetta eru svona helstu ævintýramyndir sem að ég get tengst. En það hljómar eins og sérlega að lauma einn og einni. Það gæti verið hægt, sko. Inn fyrir hennar vegg hjá þér. Já. Þennan raunverulega vegg. Já, hann er alveg niðurbrjótanlegur, sko. Ég er ekki alveg. Það eru gutt, Jón. Það eru gutt, sko. Okay. Það er kannski hægt að potta inn einhver hérna smá Einn og einni mynd. Einstar og spyrja á henni. En svona í lokin. Já.
Það er búin mjög skemmtilegt. Hryllismyndir. Já. Mér er svo gaman að ræða hryllismyndir í þessu podcasti. Já. Af því að fólk hefur svo skipta skoðanir. Já. Sumir hata þér, megi ekki horfa þér, aðrir bara lifa fyrir þér. Já. Þú nefndir aðeins Já. Svo nefndir Conjuring. Þú ert kannski ekkit fyrir svona draugadót eða? Sko, ég þarf að vera í alveg rosalega sérstöku skapi. Ég á vinkonu og við eigum bara okkar movie nights og þá tökum við fyrir hryllingsmyndir. En ég þarf að vera búin að setja mig í einhvers konar karakter eða gír til að fara að horfa á Conjuring eða Exorcist eða Mama eða Af hverju? Eða, þú veist, er það því þú verður hrædd eða viltu vera hrædd eða? Ég held að sé bara, sko, náttúrulega, ég trú ekki á drauga. Mér finnst draugamyndir, rosalega, hvað ég að segja, þú veist, svona ótrúverðugt dæmi, en ég vil svona setja mig í karakter eins og ég sé pínu að ég trú þessu. Já, ég skilji. Ég vil vera svolítið in it. Viltu vera hrædd? Ég vil vera hrædd. Ég vil vera mjög hrædd. Og ég vil að lokist þarna fyrir að í hálsunum á mér sem gerist þegar ég er að horfa eitthvað ræðið. Þú missir andan. Já, í alvöru, í bíó þá er ég bara eitthvað, og að því að þegar ég verð hrædd þá hlæ ég. Þú veist, þá svona, það kemur eitthvað svona hystrískur hlátur úr mér og lokast einhvern veginn að vera kokið á mér og það er ógeðslega vont, en mér finnst það ógeðslega gaman. Ég er náttúrulega pínu svona adrenalín tendensa, sko. En ég þarf að vera búin að setja mig, ég þarf að vera x upplögð til þess að fara að horfa á hryllismyndir og ég vil helst fara á þær í bíó. Já, þú vilt fara þær í bíó, vilt upplifa hana myndina með öðru fólki, með hópa fólki. Já, þú veist, bursið frá því, er það bara einhvern veginn meira, þú veist, þetta er eitthvað sem þú þarft að horfa á þetta í dökkur rými, í góðu sándi. Já, ég skilur. Og einhvern veginn svona vera inn í myndinni, skilur mig. En að þú trúir ekki drauga, er það þá eitthvað að ná þér eða? Sko, já, að því að ég er búin að setja mig eitthvað són. Í innan gír? Já, þú veist, ég er eitthvað svona, mér finnst þetta eitthvað, þú veist, mér finnst eitthvað skemmtilegt við þetta. Þetta er samt kannski bara eins og eitthvað svona, þetta er eins og eitthvað bara afþreying, þú veist, að fara að horfa á svona hryllingsmynd, þetta er bara eitthvað svona gír sem ég kemur í, bara eins og að setja á mig, hjálminn og hlífarnar eða eitthvað ef ég fer að skeita eða eitthvað, skilur, þetta er bara svona, ég er bara komin í sónið. Draugagýrin, sko. En eins og vampírur eða varúlar eða eitthvað skrýmslega, þú bara nenni ekki sem tjekkar? Nei, ég minna fyrir það. Já. En mér finnst ógeðslega skemmtilega myndir, svona sinister myndir, eins og Orphan og Sinister, náttúrulega bara hinn eina sanna. Já. Svona, það er mynd núna á Netflix sem heitir Run. Ég hef ekki séð hana. Og hún er bara í stuttumáli. Þetta er kona sem á dóttir og hún er í raun og veru búin að sko veikjana til þess að halda henni heima á sér, skilur. Hún er búin að vera byrlana lyfjum sem að heldur henni heima á sér fastur í hjólastól og síðan fer stelpana, þú veist, átta sig á hlutunum. Og þar leiðindum sko verður þetta geðt svona skeri mynd, hún verður geðt spennandi og hún verður svona, þú veist, þetta er eitthvað sem ég myndi ekki kalla sko hryllingsmynd, en þetta er þessi sinister myndir sem eru svona skeri og hún er ekki hryllingsmynd, það er ekki mikið ofbeldi í henni, en hún er rosalega hræðilega allan tíman, skilur við. Maður er svolítið svona þetta er samt meira svona kannski thriller frekar en horror. Já, thriller. Það er ekki draugar í þessu eins og leys. Einmitt. Það er mín go-to genre þegar ég er að leita myndum, þú veist, eins og Netflix og annað. Thriller. Já, þú ert spennumynd. Já, og þetta einmitt, þetta svona þú veist, einmitt, þetta sinister vibe, einhvern veginn svona. Þú fílar það, en það er til dæmis, það er djöfull. Það er náttúrulega skeiti ámjörðislu, sko. Ég var bara ég gleymi aldrei þegar ég horfði á þessa mynd og Boogeyman kom og ég var bara skíthrædd, sko. Sást hann í bíó? Nei, þetta var jól, var að horfa á hana með litlbræðurum mínum, ekkert svo litlir, skilur. Hvað er það kannski? Þeir voru þarna, þú veist, 13 og þú veist. Já, ok, þeir voru ekkert eitthvað 6 ára eða eitthvað. Nei, okay. Þeir voru ekki svo ungi, sko. Okay. En ég man bara að þetta voru jól og ég var að horfa á þessa mynd og ég var bara literally skítrædd. Og þú veist, yfirleitt er ég nú ekki eins og ég gleymi aldrei þegar ég sá The Ring fyrst. Þá var ég 14 ára eða eitthvað svoleiðis.
og þetta var páska og ég og vinkona mín sváum saman alla páskana, við vorum svo hræddar sko. Við vorum bara, það var bara gistinótt hjá mér í 10 daga, þú veist, við vorum svo hræddar sko, og við fórum á hann í bíó, ég veit ekki alveg hvernig við komumst á hann í bíó. Sko, hún 2002, minnum mig. Já. Banderska. Já, banderska. 2002, þú ert 87, sagði það ekki? Já, þá er já, ég 14 ára. 15. Já, 15. Já, ég er að verða 15 ára þarna. Og hún náð þér vel, svo mynd. Jesús Kristur, sko. Er það mest skeri myndi sem þú sé? Er það Ring og Sinister? Ég held það, af því að þær sita svo eftir í mér, skilur. Þú veist, en ég horfði á Ring daginn. Ekki skeri? Nei, þetta var bara svona, ekki lengur, sko. En mér finnst samt enda bara gaman að eiga þessa hugmynd af mér bara, þú veist, 15 ára bara, ég gat ekki sofið 1-2 vikur af því að við vorum svo hræddar, sko. En var ekkit svona hugsað tilbaka og fengið smá svona hræðslutilfinning aftur, bara að rifja upp? Jú, ég upplifiði svolítið svona, þetta var svolítið svona upplifunar, ég var að lifa aftur þessa hræðslu síðan fyrir ykkurum 20 árum síðan, skilur ég. Það er samt fyrir gaman. Það er það, sko. Er það ekki? Jú, þetta var svona, já, þetta vakti upp alveg svona einhverja minningar og ég mitt sendi strax á vinkonum mínu bara, oh my god, ég var að horfa á The Ring, þú veist, og við tölum eitthvað að hvað þetta hefði verið, þetta var náttúrulega, þú sér hvað það situr í manni, skilur mig. En það er svo magnað, þú veist þetta feik. Akkurat. Þegar þú sást hana, bara bíó. Þú veist þetta var feik. Tómatsósa. Þetta er bara tómatsósa. En það er sem er svo magnað að hryllingsmyndir. Já. Það er ótrúlegt hvernig hryllingsmyndir og allt þetta getur náð manni. Þetta er vel gert. Já. Þetta getur fokkað manni upp, sko. Alveg gjörsamlega. Og eins og Texas Chainsaw og allt þetta dæmið, sko. Já. Það er bara, mér finnst svoleiðismyndir ógeðslega skemmtilegar, einmitt svona thrillermyndir. Og svona meira svona blóð heldur en draugar. Já, meira blóð heldur en draugar, meira svona skeri, sko, meira svona hræðilegt, skiljum mynd, þú veist, eins og bara Texas Chainsaw. Já. Fullkomin mynd fyrir mig. Af því að hún er ógeðslega spennandi, þó maður viti nú yfirleitt svona cirka hvað hvernig þetta er allt saman. Já. Og þú veist, og maður veit að hún er ógeðsleg. Þú veist, eins og Hills of Ice og þetta. Hann slátra fólki. Bara slátra fólki og bara bókstaflega, sko. Þetta er einhvern veginn svona, þetta er svona, eins og ég segi, mínar go-to myndir og ég er alltaf rosalega spennt að það kemur einhver nýr svona trailer. Eitthvað svona eltingarleikja hræðslu dæmi, þá er ég alveg. Þannig að þú fílar henni slassermyndir? Já, upp af þessu marki, sko. Eins og Halloween eða Nightmare on Elm Street. Halloween. Já. Það sem Michael Myers er bara með hníf og hann er bara að drepa fólk. Já. En það er svona endurgerðið, sko. Já. Ekki gömlu? Nei. Ég hefði gaman að þessum endurgerðið, sko. Gömlu eldast ekkert sakna. Nei, einmitt. Já, mér minni það nefnilega að það hefði kannski verið máli. Þetta er eins og svona Hollywood thriller blóðmyndir sem ég hef rosalega gaman á, sko. Ég er sammálaður, það er eitthvað, ég er mjög heilstiftur maður. Já. Ég hef ekki mikið ég er 0 áhuga á alvöru ofbeldi, alveg 0, minnst ógeðslegt, en kvikmyndaofbeldi, eins og tölum á hann. Já. Það er þetta að lýsa þessu, en þetta er bara skemmtilegt. Akkurat, það er eitthvað við þetta, sko. Eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að við kærum okkur ekkert að sjá, en að geta að sé þetta einhvers þar, það er útrásin. Já. En hvort þessi skemmtilega, innan gæsalappa, raunverulegar ofbeldi, eða ofbeldi eins og í Django. Já, raunverulegt ofbeldi. Finnst það skemmtilega? Já. Þetta er samt eitthvað svo séka sig. Já, það er það, sko. Ég vil hafa eins raunverulegt ofbeldi. Ég vil helst að það sé gert í alvöru. Gerðist Serbian film í alvöru eða ekki? Hefur séð hana? Nei, ég þór ekki að horfa hana, sko. Ok, þú veist af þessari mynd? Já, það var svo mikið talað þessa mynd þegar ég var úlingur, sko. Hún er fucked up. Þetta var eitthvað svona go-to viðbjöður hjá strákunum í bekknum, sko. Cannibal Holocaust. Við reyndar horfðum á hana. Eitthvað svona nokkra stelpur saman bara, og trúðum við geðveikt að þetta sé alvöru. Þó að það sé nú alveg örugglega ekki svo les. Nei, en samt, ég hef sagt á þér í podcastinu, það er skjaldbaka drepin í myndinni og hún var drepin í alvörunni. Já, er það? Já, það er ógeðslegt. Það er ógeðslegt. Það er líka ógeðslegt atriði. Já. Það er bara frekar ógeðslegt atriði, sko. Ég vil ekki hafa þetta í alvörunni, þetta er bara fake. Þetta er bara fake. Og ég man reyndar eftir Human Centipede. Ok, ég horfði á trailerinn á fyrstu myndinni. Já.
og ég var ekki sama manneskjan eftir þetta. Ertu búin að sjá sérst báðar? Já. Þetta by far það ógeðslegasta sem ég hef reyndar séð. Ég var búin að gleyma þessu myndum. Gaman að tala hérna þetta og vekja upp allar þessar minningar og klukkan bara svona kortir í 8 tíma, ég ætla að horfa bara Bamba. Nei, Bambi sorgleg. Ef við komum til að spyrja hvað Human Centipede, hvað myndir þú segja? Bara, þú veist, þetta bara narsisískan geðveikan, þú veist, geðsjúkling. Ok. Þetta náttúrulega bara ógeðslegt. Ég horfði á trailerinn og ég sagði á fyrstu myndinni, ég sagði, ég ætla aldrei að horfa á þessa mynd, aldrei, og ég bara, í alvöru, mér leið illa í sálinni í marga daga eftir að bara á trailerinn og síðan leti ég verða að því og við horfðum ykkur á nokkra á þessa mynd og þetta svo viðbjóðslegt og mynd nummer 2 tekin á svo allt annað level ég bara aldrei sé hana, þetta var eiginlega mikið fyrir mig sko og reyndar ógeðslega góð saga Vá, ég er búin að gleyma sér smá stund ég fór á hana nummer 2 í bíó Þú sást hann í bíó? Já, og þetta var svona direktorssýning direktorinn var í salnum og það var Q&A eftir á Ok, ég var búin að gleyma sér maður Ok, fyrsta lagi þetta var í háskóla bíó og það var áfallahjálp á staðnum þú þurftir að vera með skilríki og þú fékkst ælupoka með honum. En er það ekki pínu svona PR-stönd? Þarna var búið að byggja upp alveg svakalegt PR-dæmi. Og sem bara flott, skilju. Þetta geggja kontent. Já, meðan þú var spennt allavega. Ég var spennt. Okay. Þetta var bara svona, oh my god, þú veist, hvað erum við að fara að sjá, skilju? Bara þetta gerði þetta náttúrulega allt. Fyrir ekki að klika. Nefnum hvað? Að við sittum á, kannski, við sittum í 5. röð. Og fremst situr gaur. Sem að er einn. Hann er einn og það eru engir við hliðina á honum í svona kannski 3 sæti sikurum megin. Og hann er með svona sketsbók og hann er að sketsa niður hjá sér hann er bara að teikna bara mennskar margfætlur fyrir þá sem ekki vita Human Centipede eru maður sem gerir mennskar margfætlur sem er viðbjóður og Var það leikstjóri? Nei Það var bara einhver gaur. Það var einhver gaur. Og hann var geðveikt shady og svona fyrir eitthvað þykkur, svona svolítið grísi sítt hár með þess að teikniblokku teikna. Og síðan byrja bíómyndin. Og hann er þarna og þegar koma hræðilegustu atriðin og þau eru alveg brútal, þá stendur hann alltaf upp og fagnar svona. Bara, já! Eins og fótboltaleik. Og við stelpurnar, við sátum þarna. Í sjokki, ég veit ekki hvort við vorum hræddari við myndina, við vorum náttúrulega miklu hræddari við mannin. Við vorum bara, það er maður. Já, það er maður á Íslandi sem er actually kannski bara að plotta þetta. Hann var svo heillaður af söguþræðinum. Síðan er myndin búin og við erum náttúrulega í sjokki og ógeðslega margir sem fóru af myndinni. Að þetta var bara, þetta er mjög ógeðsleg mynd. Já, þetta er ógeðsleg mynd. Og síðan fyrir direktorinn, upp á svið. Og það er Q&A og það bara, hann er bara fyrstur bara, hvenær og ensku, hvenær munið kasta í næstu mynd og hann bara þegar kemur að því þú veist, alveg gett vandræðalur og svo bara kemur ykkur og spyr ykkur eitthvað út í sal bara hvernig dettur er þetta í hug og hann kemur ykkur í því og þá kemur hann bara aftur bara þú veist get ég sótt að vera í myndinni hann eitthvað, já það er náttúrulega bara ákveðið prósess, þú veist, maður bara sækir fyrir að fara að kasta myndina og hann er orðin ég man á með kúrekahatt, geðveitt skrítin kall sko. Já, leikstjórinn og síðan heldur einhvern veginn bara áfram eitthvað Q&A og hann er alltaf bara, þú veist, mættur bara Hann er bara fan? Hann er fan af The Human Centipede og ég var bara, það er í alvörinu bara maður á Íslandi sem er núna bara að sketsa okkur inn í þessum sal og hann er bara að fara að gera okkur öll að mennskum margfætlum í guðana bænum, þú veist, fylgja öll sönnurgagnaði að við verið hérna. Í alvöru, ég var sko skítrædd og við tókum sko, við biðum örugglega í korter eftir að hann var búin að labba út úr salnum. Og hann var líka einn á það ekki? Hann var einn
fremst með teikniblokk að biðja að fá að leika í næstu mynd sem ég held að hafa aldrei Jú, þau gerði þetta í 3 ár. Ég held að gera 3 ár. Ég held að hann hafi ekki leikið í henni. Þetta var bara eitt mest absúrt moment sem ég hef lent í á ævinni, sko. En heldur hann hafi viljað leika gaurin sem gerir þetta, eða heldur hann hafi viljað vera partur af markvallinu? Ég held að hann hafi viljað vera mastermind, sko. Viljað vera mastermind. Gaurin sem var að sauma fólk með hvort annað. Hann var literally að teikna þetta fyrir framan okkur. Bara mennskar markvallir, við vorum bara. Hann hljóma mjög sérstakur sem gaur. Mjög sérstakur, sko. Herru, fyrir maður slútt þessu, Raka. Já. Vil ekki halda þér of lengi. Nei, Þetta er búin að vera helviti gott. Þetta er búin að keppt í 90-100 mínútur. Já, það er gott. Það ekki? Jú. Hvað er að döfinni, svona í lokin? Hvað ertu að gera? Þú að gera eitthvað nýja plötu? Herðu, Reykjavíkudætur eru bara að vinna að nýju stöfi. Við erum að fara að spila með sinfoníin í ágúst. Í Hörpunni. Búin að bíða eftir því síðan í apríl í fyrra. Já, hætti að frestast út af COVID. Já, ég held að það sé búið að fresta þessum tónleikum núna 4 sinnum og núna er þetta loksins að verða veruleika. En þið gáðu plötu, er það ekki í fyrra? Jú, við gáðum út plötu í fyrra. Ég er búin að hlusta þetta mikið á Thirsty Hose. Já. Það er geggjalag. Mér langar svo að gera myndband við það. Þetta er geggjalag. Ég er með svo perfect, þú veist, sín á myndband. Já, sem er bara hryllingsmynd, skilurðu, eða thrillermynd. Að þetta er náttúrulega bara morðlag. Já. Og mér langar svo að gera bara stuttmynd, þú veist. Og við að fara í gegnum í raun og verið lagið og textan. Er að koma önnur platt í ár, eða? Vonandi í ár, annars á næsta ári. Við náttúrulega, sko, við sátum á hinni plötunni í næstu ár. Og síðan kemur COVID. Veitu, hvenær kom hún út? Ég sá bara 2020, hvenær var hún? Já, hún kom út 2020. Fyrir COVID? Já, nei, þegar COVID að byrja? Já. Og við vorum búin að setja á hún í ár og við getum ekki setja á þessari plötu í 2 ár, þú veist, við þurfum að halda áfram í lífið, skilur við. Algjörlega. Þannig að við gáum hana bara út og við náðum aldrei að fylginni eftir og það er eins og að ég var að tala hann í byrjun, þú veist, það leðilegt að fólk gefur sér ekki tíma í til þess að hlusta á heildarkonsepti þegar mann er ekki einu svona skilaði af sér með einum tónleikum eða eitthvað, sko. Nei. Þannig að já, það er svona planið bara að reyna að gera núna nýja plötu, fylgja henni eftir á næsta ári þegar maður loksins fara að spila aftur úti af því að það er svolítið sem að, þú veist, keyrir okkur áfram sem hljómsveit, það er að spila erlendis. Er það mikið að gera það? Já. Eða voruð mikið að gera það? Já, bara sumurinn fóru bara í það að spila. Já, gekk það svona heldur vel? Það gekk rosalega vel, sko. Það er eiginlega það sem að svona einhvern veginn heldur þessari hljómsveit á floti, það eru gegn erlendis. En eru þið ekki alveg 6 eða 7 í bandinu? Við erum 8 eða 9. Já, þeir eru svo margar. Já. En er ekki eitthvað búið að rótera, þetta er alveg gömur hljómsveit, eða ekki? Jú, veistu, hún var stofnuð 2013. Já, það er það að segja. Hún var dætt í 10 ára gamla bara eftir kostur, sko. En er þetta ekki búið að róterast eitthvað svona? Þetta er ekki alveg sömu stelpur allir tíman, eða eitthvað? Nei, það er sko, já, hljómsveitin náttúrulega byrjaði sem náttúrulega bara, eiginlega bara svona fjöllista hópur, fullt af stelpum sem að voru með alls konar tegundir af list og náðu einhvern veginn bara að gera þannig, þetta var bara svona klan, skilur við? Og síðan bara með tímanum þá náttúrulega bara fór að siktast út þeir sem að kannski í raunverulega höfðu áhuga á því að gera hip-hop tónlist. Af því að sko loka markmiði hjá hljómsveitinni var að verða hip-hop band. Og síðan náttúrulega voru bara fullt af stelpumanna sem að, þú veist, eru bara ógeðslega flinkar í öðru, sem eru bara leikarar í dag eða gera eitthvað allt annað. Já, ég skilu. Já, og þær sem að sitja eftir núna eru náttúrulega þær sem voru í bandinu frá upphæfi, stofnendur og allt, sko. Og síðan sko, svo kom Þurastína inn á hverjum tímapunkti, fyrst sem plötusnúður og svo erum núna bara partur af bandinu sjálfu. Og ja, það er eiginlega ekki alltaf að segja þetta því að síðan kemur Caritas inn sem plötusnúður og hún er líka partur af, þú veist, rappljónsetin sjálfri en er líka plötusnúðurinn, skilur við. Já. Og ég, þannig að við erum 3 nýjustu meðliminir en annars eru hinnar 6 frá upphafi. En eins og með taktan og svona, er það að gera þetta sjálfar eða er eitthvað aðrir sem gera? Já, upp á síðkasti hefur Salka Vals í hljómsveitinni verið að gera taktana. Við fengum smá hjálp á síðustu plötu. Það voru blokkparti og hann Helgi, nei, hann ég held að það var Björn Valur sem að
gerði þarna allavega eitt takt. Já, þeir voru að semja eitthvað takta og... Já, ég held að það eru kannski 3 lög af 7 eða 2 af 7 sem við gerðum ekki frá scratch, sem bara af 10 segi ég. Af 10? Já. Já, meðlutinu er henni bara eftir... Sölku. Já, hún gerir bara taktana. Já, og það komið út lag núna bara næstu dögum held ég. Já. Það alfarið, pródúserað af henni og útsett og takturinn gerður af henni og allt svoleiðis. En hún líka með rosalega góðan bakgrunn í þessu. Kann þetta? Já, og geðveikt að hafa pródúser í hópnum. Af því að það stundum alveg langsótt að þurfa að fara að sækja beat, eitthvað annað sem allir fíla, Það best náttúrulega að hafa þetta, myndi ég halda í sjálfum hópnum. Algjörlega, og geta bara adjusta þetta bara upp í bústað saman, nei, fíla þetta ekki, gerum þetta svona. Í staðins að við erum að fá beat frá einhverjum dúta eða dútu og síðan bara, nei, fílum þetta ekki og það þarf að gera þessa breytingar. Það var komið svona þriðji aðili, það var orðið vesen, þetta mjög þægilegt. Þannig að ég reikna með að næsta plata, hún verið samt svolítið svona frjálslindari. Platan sem við gáum út síðast, Soft Spot, var gerð sem svona heildarkonsept, svona frá A til Ö, en að sé að fara kannski að færast aftur svona smá rebelismi yfir tónlistin aftur, þar sem smá svona listræna frelsi, það sé ekki niður njörfa konsept. Ég meinar að þetta lag kannski svona, svo næsta lag kannski allt annað. Já. Og sumir á þessu lagi og kannski eru bara 3 á þessu lagi. Þannig að verður svolítið, en ekki það að hljómsveitin hefur náttúrulega eiginlega alltaf verið þannig, ég til dæmis ekkert í nýjasta laginu, þannig að... En að þið eru svo margar, er það kostur að galli? Ég myndi segja að sela bara alltaf kostur, af því að það gæti verið galli ef við værum ekki svona góða vinkonur. Já, þið alltaf vinkonur? Já, alveg bara bestu vinkonur. Þannig að ef þetta væri, þetta væri vesen ef við værum ekki einmitt svona nánar, sko. Já, þetta ekki bara hópur og stelpum að búið til tónlistan, þið eru vinkonur að skapa eitthvað saman. Já, það alltaf skemmtilegast. Það fegurinn á baku þessar hljómsveit, sko. Þetta bara stór vinkonuhópur sem fær bara ferðast saman og gera tónlist og... Draumurinn. Eftir tónlistafólk myndi ég halda. Alveg gjörsamlega, sko. En hvert það að pæli að fara? Segjum bara þetta COVID-dótt verður allt búið og þið getur fara að gigga bara allstaðar. Já. Eitthvað svona land sem þið farið helst til, það innan Evrópu, það farið til Bandaríkjana? Við verðum allavega við erum með staðfest gigga á næsta ári í Bandaríkjanum. Ok. Ætlum að reyna að búa til kannski bara smá Bandaríkjatúr á bakvið það, kannski vikulanga túr eitthvað svoleiðis. Kannski við getum bara ferðast bara á rútu eitthvað svoleiðis. En síðan það verið að bóka okkur rosalega víða í Evrópu. Ég held sem ég er búin að spila í 20 mismunandi löndum. Þannig að þetta yfirleitt, innan Evrópu. Við höfum spilað í Kanada, síðan verðum við Bandaríkjanum næsta ári, en annars þetta svona vítt og dreift á tónleikafestivalum í Evrópu. En svo ætlum við líka að reyna að fylgja þá næstu plötu eftir, bara með einhverjum headline tour sem að verði þá stiltur upp kannski bara, það er England og það er Noregur og það er Tékkland og eitthvað svona skilur, bara það svona... Fyrir COVID, voruð þið kannski að spila meira útildin en heima? Já, við höfum bara eiginlega, við spilum eiginlega aldrei heima, nema á Iceland Airwaves. Annars það bara mest út? Sonar, já, spilum ekki til það heima. Gekkir samt að heyra hvað gengur vel? Já, bara gengur ógeðslega vel og við erum bara að drepast og grettu að komast að spila aftur út í heimi. Spilum ekkert í fyrra, eiginlega ekkert á þessu ári, við erum núna að fara að spila eitthvað smá, það er innipúkinn og Airwaves og eitthvað svona. Svo verðum við náttúrulega bara að keyra þetta á fullt bara 22. Það verður, ég bind mikla vonum við það ár. Já, ég líka. Og svona almennt. Lokaspurning, hvort líður þér betur, þú ert rappari, tónlistarkona, hvort líður þér betur í stúdíu eða upp á sviði? Upp á sviði, það er geðveikt, sko. Finnst þér þú vera betri rappar på sviði en stúdíu? Já, í raun og veru, já. Okay. Það er svo áreynslu laust. Og færið svolítið kannski orku frá fólkinu? Rosalega orku, sko. Þess vegna skiptir það svo rosalega miklu máli að ná fólkinu strax. Og við gerum það þannig með því að byrja tónleikana á einhvers konar svona með einhverjum krafti, þannig að fólk fái strax einhvern veginn skilur orkuna frá okkur og við finnum þá orkuna frá þeim og þannig bara, komumst við í gegnum
heilt gig með því að vita það að salurinn sé með okkur, skilur. Til sæna þess að vera tónleika maður. Já. Þú ert að tala með því, ég sæna þess að vera tónleika. Það er svo gaman, sko. Þetta er búið að vera svo erfitt að spila ekki neitt og okkur finnst svona eins og við séum svona að missa einhvern veginn tökin, þú veist, einhvern veginn á þessu. En ég held að flestir tónlistamenn séu kannski búin að upplega sér svolítið svo leiðis. Pottet. Þannig að, þú veist, núna er þetta einhvern veginn allt bara að koma tilbaka. Loksins. Ég spenntur framhaldinu. Já. Takk hjá að vera að koma. Já, takk fyrir að fá mig. Þetta var bara skemmtilegt. Þetta var hrigalega skemmtilegt.